Klukkan orðin 4, það föstudagurinn 16. desember og FN95 Blöður hafi göngu sína á þessum kalda, dimma, ógeðslega föstudegi. Auðvitað Blöndal heiti ég og sitt ekki mínu sæti. Ég sitt í reyndar indislu sæti í Keiluhöllinni og við erum með fullan bát eins og síðasta föstudag. Fyrirlið þáttarins Steindi Junior, hvernig ert þú? Ég bara... Þú heldur fyrirliðabandinu? Ég hef aldrei verið betri. Þú heldur á því? Nei, ég er alveg út. Það er fokk ég Ammali, það er ekki að það ammali, sko. Já, býtu, þú fekkst fyrirliðabandi síðasta föstudag þjóttur ammali. Nú ætla ég að spyrja þig, viltu halda bandinu? Ég... Já, ok, bara út af þessu. Egil Einarsson, fyrirlið þáttarins, hvernig ertu? Það er totalega aggressíft í Já, auðvitað, þetta var ekki er viss. heiður. Nei, hann bara, já, ég veit ekki. Aldrei skilið þetta almennilega, sko, en þetta er skemmtilegt til okkur. Misti bandið. Ég hef aldrei verið betri. Þú hefur aldrei verið betri. Ráttur þessu -15 og þetta er- dim 24/7. Ég hef ekki verið betri. Ég einhvern veginn sko, ok, þetta er kalt og það er dimmt og allt það. En eina sem svona ylur mér hjartarætur er að mér finnst þetta ennþá gaman. Við sitjum hérna núna í Keiluhöllinni. Einn lætari farið niður, viðurkenna. Það er fullt að liði hérna. Já, bara einhvern veginn og ég er ennþá í gír. Mér finnst þetta ennþá jafn gaman að vera með hennar þátt. Já, ég sammála, þetta verður að vera gaman. Já. Það er bara þannig. Já. En sko, það er fullt að liði þetta, Dreki. Það kom óvart. Ég held að vera sko, hvenær opnar þetta? Bara í hátteginu? Þetta er eitthvað svona Þeir desember. breyttu þessu. Já. Talaði við andru á hann. Þau opnaði núna bara í háttegin. Já, Og liðið bara hell í sig núna á Við erum hádeginu. eiginlega bara með áhuga. Já, ekki þetta helli, fólk er Já, bara í Keilu. fólk er bara í Keilu, Og fólk, já, lingar já, hérna, það er ekki helli í Ég sig. sá nú alveg Börnin eru einhvern ekki, pappa sko. þarna að vera að fá sér svona á kantinum, sko. Já, bara leið og Rakel sparka mér, þá verð ég hérna allar helgar eitt sko á kantinum. Það er engar á ekki öðru sko. Það vantar bara að botsa á völlin. Já, Það er það sem vantar. það er reynda til skammar. Ég þarf að, hérna, C.J. er á leiðinni. Ég ætla að fá að sjá karaoke-herby. Ég hef aldrei farið í karaoke-herby í Keilu. Og fá að sjá heimabankur á hann líka. Já, Það er alveg... Þú ert að verða verið en Egill. Nei, þetta var fyrir Egill. Þetta er eiginlega sem Egill spyr Jóa þegar hann kemur. Hvernig er Já, heimabankin? Þegar hann Ég hittir ræði hann þetta sig. reglulega við hann, sko. Já, já. Því að hérna, hann ætla að losa alveg svölundaginn, mikkaði við sig á okkur 60 veitingastöðum niður í 15. Já. Kassaði smá út þar, hann hafði létt yfir okkar manni í dag. Það var gaman að fá hann í. Er þetta orðin money, Joe? Já, eiginlega, sko. En hvernig, sko, hérna, hvernig er það á mótnana þegar það er að fara, er ekki óeðlilega kalt? Ég veit ég er aumingi og ég á bóðsinn aumingin af okkur hérna í blöðkastinu. Já, en er ekki, hérna, það er sko bleita í gluggunum hjá mig líka. Er það lendið því? Það er bara í Svennarbyggjum. Það er bara braki. Já, en þú veist, ég meina það er það, sko, því að þú veist, það er svo kalt úti. Það virkar þannig, Steindi, það er mjög kalt úti, Já, og heitt inni, heittinn og þú ert á baki heldur oft og þá er rakin keirist ennþá mörg upp, þá verða gluggarnir blöðir. Já, það er lendið því. Horfðir á Titanic. Já, Það Líó var á bakinni í bílnum og setti móðunni á gluggarna. Já, það var engin að því út alla íbúð. Nei, Ég er að segja ég segi bara... það, manstu eftir? Já, ég manna því. En ég er bara að segja... Góð mynd. Það Ég var bara góð. svona að segja ykkur frá því að hversu kalt væri úti. Það er, Tengið ekki döið þetta? ég er svona ekta íslendingur. Farðu Bara, að bleikja í rúðuna? Nei, ég ger ekki annað en að vælu hvað er kalt maður. Ég þólit ekki. Og við erum að fara til Akureyrar á morgun Já. og það er -15. Já. Og mögulega -19 sem var fucking amazing, sko. Nei, það er bara- Það var eiginlega gaman að upplifa, en það góða er bara, það er logg. Já, þetta er orðið það kalt hvort þið er það bara okkur ekki að... bara upplifa Já. -19. Skrúa þetta upp í 19. Ég var, sko, já, drengi, við erum að leiðinu norður á morgun, maður. Sjallinu uppselt. Get ekki beðið, sko. Það er ekki hægt að fá miða. Nei, ég er Það er líka bara... eðlilega gaman að ráum Akureyri í glasi, sko. Það er bara ekkert skemmtilega að vera á Akureyri, sko. Já, Eða bara vera á 70, Norðurlandinu, sko. Já. Veistu, við það er sænum okkur inn í geggjað, Ikea, förum á hótelbarinn, einn ískaldur. Get ekki En sko, herðu, við erum hérna mannstur um að ræðum daginn í hver okkar og það var spurt hver okkar er blautastur. Já. Við vissum ekkert alveg hver okkar er blautastur en ég veit í þú dag það hver er ekki. blautastur. Steindi Junior, Nei, þú. herðu, Mölvaður í gær sendi Já, á fullur í okkur gær. manstu, hann spurði, herðu, fyrst við erum í Keiluhöllinni, eða ekki að fara í pílu og vera eitthvað aðeins Já, framlæstir. veitum okkar sig Hann er hvað. fyrir til Akureyrar á morgun og hann er að fara út á lífið á sunnudaginn. Ég veit hvað föslaug kallast. Það kallast Station Helgi. Hvað í fjandunum kallast þjóðrata? Vörubíla Helgi. Og sko, í gær þá voru... Þú varst að senda myndir af, sko, þá varstu komin á dönsku fyrir eitt. Já, sko, það voru litli og löðin og klakka í gær. Kös var á jullunum. Við fórum út í gær. Er Gústi að klikka á Kickstart með hart undir það? Nei. Okkar besti Gústi er í stúdíónu. Ég held við heyrum ekki neitt. Sonur okkar. Herru, hérna, sko, nei, við fórum út í gær, jú, það voru litli og löðin og klakka. En, það er engin að, ég er ekki að fá mér í dag, skilur við. Nei, en þú settir inn á spjallið okkar, hefur við ekki taka pílu og eitthvað. Já, ég stakk Ég sagði bara, nei, við erum feskir á Akureyri. Ég stakk upp á 4-5 í kvöld, ég viðkynna. En síðan náttúrulega Þá ertu komin í tveggja daga. Já, en byrju,
Af hverju ég að fara að fá mér bjór á sunnudaginn? Getur þú sagt okkur það kannski? Af því að ég og þú gerðum heiðusmann samkomulag Þetta út af þér? Nei, þetta er þú Ég setti á grúpuna Þetta er þú Það er úrslitaleikur í HM og ég sagði bara, herðu, ef það verður uppselt á sjálfum verður við ekki að tengja og fara að horfa á leikinn Steindi bara, on Það er ekki að skrifa það á mig Ég er nanosekunder Þú veist Ég segi alltaf on En hvað kallar þess að helga þennan? Vörubílstur Það er engin helgi Hvað minnur? Við erum að fara að fá okkur smá bjór kannski annar kvöld og sunnudag Það er hvað því? Nei, það er deg og fönn á morgun Þannig viljum við vera rólegir í kvöld eða ekki Ég var feskir og ak Ég dæmi þetta ekki Þetta er endi fullur í kvöld Já, þú ert bara eins að viðkynna þig Fullur í kvöld? Nei Já, væri gaman að hafa feskan á flugvöllinu Já, ég verð feskur Vitið hvað ég er að fara að gera í kvöld? Ég er að fara að skreita tríð Já, vel gert Við erum að fara að skreita í kvöld Við erum ekki að skreita Það er 16. DS Mér slefti að skreita nú Ég ætlaði að vera að spyrja Erum við ekki svolítið seinni í þessu? Við erum ekki búin að setja upp Við erum svolítið Ég var seinni sent í fyrra En við vorum snöggi í þessu núna En veist okkur við erum ekki búin að setja upp Af því að við erum með krakka heima sem er ansettin Það myndi eiginlega treðið hvort þið Við þurfum eiginlega bara að setja það upp á hádegi og Krakkarnir skemma alltaf tréin og það er bara jólastemningin sko. Málega er að við fórum hérna og keyptum tré Við erum með lifandi tré sko Alvöru tré Og hérna Fórstu að höggva það sjálfur eða? Nei, mér var boðið það Þetta er upp í bara skóratafélagi í Mósbæ og þau spurðu sko þegar við komum ætlum að kaupa tré þá réttuðu mér exi og ég er ekkert að djóka og sagði viltu fara að höggva Þú ert einhver stand í það Nei, ég var bara á skirtunni og Sigrún og við erum litlu og ég horfði bara á hana bara býtu höggva tré Þú rátt að því að ég get alltaf soðið pulsur sko hvernig ég get að fara að höggva tré Mér var bóða en það er örglega svona stemning maður þarf bara að fara svolítið undirbúin í það en það er örglega gaman líka en þetta er nefnilega svolítið maus eins og þú veist í gær við fórum fyrir dag þegar við keyptum þetta þá fórum við með þetta sko og fer með þetta heim þetta passaði ekki bílinn Já, ég var heil lengi Ertu bara eins og Chevy Chase Já, þetta var þannig Ég var að koma trénu inn Krakkin náttúrulega með grenið og allt í apaskít sko Þannig að það var þetta, þú veist yndisleg kona sem var að segja tré sjálf sem bauðst til að taka tréð og skuttla hún var að fara inn í Mosó líka, þetta er bara við hliðin á Mosó Þetta er í Mosó og við þáðum það svo ertu komið með tréð þú veist, þetta er alveg 2 metra á tréð eitthvað og svo ertu burðað í inn fer með það í sturtu skólar það Hvernig nennus? Þið eru bara með eitthvað tré sem maður bara setur upp Nei, þetta er ekki stemning sko og svo skóluðu það svo eftir að maður skólar það þá fer maður með það út og þá þegar maður að úða skortir Þú ert standi í þessu vesinni sko. Já, skortir eitthvað Ég nenni ekki eitthvað að drast lifni við og stökkva Veit ég hvernig Rikki G skreitti á sér Hvað var ekki bara 2. nóvember eða eitthvað? 2. nóvember, correct Veistu hvað ég veit það? Og þegar við lendum frá tenni 1. nóv og hann skreitti daginn eftir sem var 2. nóvember Sko Þetta átti að vera brandari hjá mér af því ég held að þetta væri 17. Þú varst með þetta rétt upp á dag sko. Þú klikkar ekki deg Það er ekki tréðan sem vantilega löngu dögt Og líka, hann setti ekki bara tréð Hann er bara eins og Griswold Þú keirir fram hjá Rikka Það eru bara perur út alt sko. Þetta verður bara eins og Hárveikt jólabarn Já sko, það er eitt Ég er mikið jólabarn og Hjöppi, manstu Hann var nú að ræða, kom sem gestastjórnum daginn Hann sagði að það er ekkert sorglegra heldur en þegar ég var 37 ára og lausu og spenntur fyrir jólun Og hann fannst það ógeðslegt sem að mér fannst helviti svona hart til orða teki Það er furðulegt bara En ég veit ekki með öll þessi ljós og allt þetta sko, en það er fólk ég er að keyra fram í húsum sem að þetta er bara eins og í bandarísku bíómynd Ég veit það Fólk eru all in Ég kann að meta, fólk nenni þessu Það er skemmtilegt Og það er líka bara, það er ógeðslega lítil jólahefð hérna á Íslandi Þú veist eins og þegar þið voru hérna daginn í Danmörku blöð og ég var í Berlín Allt út í jólaþorpum og allir með jólaglögg Já, það er þannig Hafnarfirði núna Já, ég veit það er Hafnarfirði með þetta alveg upp á 10 Það er eina bæðin sem er með þetta upp á 10 Allir bæðinfélög er með þetta í tómu rugli sko. Það reyndar það alltaf mjög jólalegt á króknum sko. Já, samt við sjáum líka hvernig aðgörningunni með þetta Þegar ég keiri hérna inn á krókin Það er ekki annarkur íbúi úti með jólaglögg og allir Það er ekki þannig Hafnarfirði Jú, það er þannig Hafnarfirði Það er allir í glögginu Allir fullir bara bara annarkur Hafnfirðingur fyrir utan húsið sitt með jólaglögg og sír
tekur á móti, vinkar fólki sem kemur í bæri. Er það í því sem þið gæði? Nei, það er eitthvað rugg. Það er geggjustemning. Er það bara réttu bjóða? Ég er að tala bara sem öll ljósin eru, það hjartagarðurinn. Ég var að tala það. Það er ekkert annað hver haffyringur bara með jólaglögg fyrir utan húsi sem það skála. Það er jólaþorparna og bullandi Ég ætla að hlera þetta. Ég þekki mestu fyllibötu hafnafæra, Örvar Þór Guðmundsson, það er döðin eins og hann kallaði. Ég meina, hann er potið með eitthvað jólaglögg fyrir utan heima þessi. Hann getur svarað þessu. Já, hann er Þetta er bara fylliböta gamla sko. Ok, eins og núna, segjum að ég væri núna, því að núna vil ég fara í jólafýring og er að fara að skreita í kvöld og svona. Akkur geti ég ekki lappað út og fengið mig jólaglögg á næsta horni? Eða bretta Lappa bara Mönni Sim, hann er nágrannin. Já, ég er að segja, þú veist, ég veit ekki farið bara eitthvað heimsók. Þannig er bara sem að úlingar, þú ættir að tala við Ronju, þú ættir að breyta henni í entrepreneur. Hún ættir núna að vera að selja jólaglögg í Mosó. Hún er 8 ára, sko. Já. Hún má ekki að selja bara eitthvað áfengi á horni. Jú. Já, ég meina það ekki. Hún er ekki að drekka, hún er að selja. Never get high on your own supply. Það er fyrsta reglan í þessu. Það selja kannski límonað á sumrin eða með dót og tombol. Ég held að fólk myndi leiða þess að slæta og það vita hvað pappinnar er. Þetta er þannig. Hvað meinar þú? Fólk verður bara, hvað hefur, hann er 8 ára stelpa að selja jólaglögg. Já, veist ekki hvað pappin er. Alltaf bara 10 pappinnar sko. Það er eina sem hræðir við erum að blessa þáttakar. Það er bara að krakkandur okkar, veist, það er nákvæmlega þetta. Já, veist ekki hvað pappin er. Steindi Junior eða eitthvað, veist. Það er að vesti í þessu. Já, það er nú oft ágætt stemning þegar maður sækir. 50 og FM bara, já, pappinar er ötti blöð og Við verðum ennþá FM 50 sko. Í miður er það. Já, við erum búin að setja okkur markmið að hanga til 50. Já, ég meina þú veist. Ég held að við verðum lengur í miður. Það er bara í miður stað. En haldaðu Nei, fyrir að draga okkur hérna. En förum við þá yfir á bylgjuna og svo léttbylgjuna? Nei, the cool kids eru á FM. Við verðum Við erum ekki áttið það gamlir ef við séum farið á bylgjuna maður. Nei, ég er ekki að segja núna. En þú veist, það eru flestir yngri við á bylgjuna í dag. En það? Hvað er Kristófer Helga og Tóki Ásvall? King Kristófer Helga sko. Já, hvað er þessi menn er ekki yngri við? Ég meina Siggi Hlöð, hann er hættur. Þorgeir Ásvald er alveg bara, hann komin yfir 70. Já, hann er ekki alla daga núna sko. Nei, ok, ég minna, þú veist, við erum að fara ekki. Já, reyndar Vala er náttúrulega yngri við. Pétur Valmundur er yngri við. Ég segi, setjum markmið á ennþá 65 og Svali voru báðir búin að fara í bylgjuna. Já, þeir fóru yfir. Bara fastir í einhverju tímaklassinn maður. Við erum aldrei að fara að make the switch sko. Já, sko, það væri nei, það væri í rauninni bara spes að fara að skipta yfir núna. Já, við erum FM-strákar. Erum við ekki bara FM-strákar maður? Það hafa ekki allir gaman að því. Það sína því skilning. Þetta byrjaði alltaf því að dóttiðilega fara að selja jólaglögg og það veist ekki hvað pappir er. Já, sko, en veistu hvað, ég er samt ekkert að grínast með þetta. Mætti hún selja, sorry. En núna, af því að mér finnst þetta ógeðslega sniðug hugmynd. Ef þú myndir standa á hliðina á henni, mætti hún ekki selja jólaglögg? Sko, og þarf jólaglögg að vera áfengt? Er ekki að selja óáfengt jólaglögg? Selja Marlboro í hörðu með þessu og ég fæl bara eitthvað hvít í poka. Það var rosalega. Fyrsta lagi það ólöglegt saman hvað aldur er. Þannig að glemdu hérna snjónuðinum í desember. En mætti það ekki? Nei, sko, Nei, þú máttu þetta ekki, þú vart að vera með vínveitingalegð. Já, sko, ég held að Stendur út á götu hodni. En þú ert að selja. Ég meina, ég held að þú megir ekki fara bara núna hérna fyrir utan og selja brennivín. Nei. Þú þarft örugglega eitthvað leið. Má örugglega ekki. Já, ég meina svo bara hver er að pæli því. Svo bara lappa fólk framlega, þú segir brennivín. Það þarf að vera eitthvað drep leiðilegur nágranni sem þurft að ringa inn og segja, herru, hérna, þau Steindi og Ronni, hérna, dóttir hans, þau eru að selja áfengi. Það er að hætta að nota real names. Jólaglögg. Það var góð. Það var drullu góð byrjingur í þessu. Það auðvita. En sko, það er hérna, Sigrún var að segja mér að það væri sko, það er að selja glögg í IKEA. Jólaglögg. Ég hef ekki farið líka bara sinni flutt. Ég er mikill líka maður, sko. Ég reyna að fara sem oftast, sko. Stór furðulegt, með fullir virðingu fyrir geggjari bú. Já, ég meina, ég bara, þú veist að elskar að vera. Já, að fá mér hérna skanka maður og kjötbollur og ég er mikill. Skankar eða ekki kartöflur? Nei, það er svona, hérna, hangi kjötskank. Hvað heitir aftur hitt? Ég gleym alltaf hvað þess að. Ég er mikill líka maður. Hvað heitir svona litla kartöflur? Það er smælki. Smælki? Smælk. Við skulum ekki stráka fara á þennan ís. Við vitum þetta ekki alveg, sko. Ég finn bara strax í dauðsi eftir að minnst á þetta. Þú getur ekki klipt út. Nei, það þáttu verið ekki á vísi. En ég er að spá sko, þú veist, það er hægt að kaupa glögg, en það er óáfengt. En hún var með pælingu sko að kaupa glöggið og svo fara og kaupa bara rauðvín og mixa þessu saman, skilja. Er ekki viski út í þessu? Jú, svo máttu setja viski eða kanil og alls konar. En ég væri til á næsta ári. Nú ætla ég að fara strákar á stað. Ég er að segja ykkur núna, ég ætla að fara á stað
Og ég ætla að vera búin að græja handa okkur að við verum með bás að selja jólaglögg á næsta ári í desember. Ég til við vorum í Köpen, það var að vera að selja jólaglögg og þú gast ekki lappað 4 metra á að vera að bjóða jólaglögg. Og þú mátt eiga glösin, það verður geggjuglös, svona sandblásið, svona flott glös sem mátt eiga glösin. Eitthvað pappaglös. Nei, þetta verður alvöru glös. Það verður ekki að eiga kostnaði í að búa til eitthvað rándir glös fyrir fólki. Men stemningi, sko, fólk kaupa glögg í sögur glasi, fór að taka það með heim og stemningi. Maður láta þetta renni eitthvað gott bálega en við verum að fá leyfi fyrir það. Já, bara þú veist, það komist allavega bara komast það stemningi. Já, því að þú veist, við þurfum bara að geta eins og svo er bara fullt að liði sem fer í þetta, sko. Já, en sko, við vorum að tala Hafnarfjörð áðan, drengir. Því ég ætla að fara núna yfir þáttinn. Ég náði, sko, þetta ekki drengir Hafnarfjarðar, Jón Jónsson og Frikki Dór. Dáðustu drengir Hafnarfjarðar. Og synir Hafnarfjarðar. Já, synir Hafnarfjarðar, þeir voru í morgun að blogga á bylgjunni eða eitthvað og ég náði ég gerði skiptidíl við þá. Af því að ég vissi stendi að þú varst í vesen í dag og fundum og fram á dag, þannig að við náðum ekki klefa. Já, við getum líka sagt að ég var náttúrulega bara með koktelflensu fyrir hátti. Já, bara þinga. Og svo vissi ég líka að við vorum að fara upp í Keilu öll eitthvað, þannig ég gerði díl við þá. Við myndum plugga fyrir þeim ballinu á morgun, það eru undir 100 miðar eftir á tónleikana höfum. Ef ég væri ekki með ball sjálfur fyrir norðan, þá væri ég að fara. Ég elska það, sko. Já, ég er mikið að fara út núna. Ég hitti eina bara fyllibjötti í morgun í sportasunu, sagði mér að hún og alla vinkonur hennar voru að kaupa sér miða bara á Frikk og Jón, bara í ykkur flippi. Það mun seljast upp í kvöldið á morgun. Fólk ákveður með stuttu fyrir, Íslendingar bókalum stuttu fyrir, þannig að það verður 100% sold out hjá bæðurunum. Sko, að því að við erum í jólagýr, mér langar líka að plugga öðru. Já, en ég er ekki að plugga, ég er að segja hvað er í þættinum. Já. Og hérna, þannig ég gerði díl við þá, við myndum plugga ballinu sem við erum búin núna að gera og fáum með það eftir og ég náði þeim í 2 klefa í staðinn og þau eru mjög fyndir. Við fórum í Sverðuða og svo hentið þeim í klefa sem þeir áttu að hringja í eitthvað í símaskólinu sinni sem þekkja og áttu að vera að syngja part úr læginu sínu eins og bara hringdi mig. Nei, ég segi svona, hvað vantaði? Eins og manneskjan að vera að syngja hann en ekki hann í hana. Er þetta eitthvað sem þekktu samt? Já, og þetta er mjög fyndið. Björn Bragi var að leiða okkur fund og Jón Jónsson að ég lofa báði klefaðir eru geggjaðir. Það var að stríða BB King. Já, þetta er mjög skemmtilegt. Þannig að skiptidillin var góður fyrir okkur. Já, takk. Svo erum við með þekkið ekki, jóla þekkið ekki. Ég ætla að vera með síðasta föstudag, náðum ekki að fara í það. Þannig að það hefur allt tengt jólunum í þekkið ekki. Spurningkeppni Gilsarans, hvað er á talum? Já, þetta er árlega keppni, King of Christmas. Og það er svolítið press á þér í dag, Blöð. Því að Steinþór, hann reykti þetta 2021 og hann reykti þetta 2020. Og hann er alveg, hann pakkaði saman í bæðiskiptin, sko. Sem er skrítið, ég var í jólabarn. Ég er jólabarn, sko. Ekki samkvæmt þessu, sko. Þannig segir þú unnið, eðlilega. Auðvitað, því að þetta er náttúrulega allt tengt jólunum og þetta er ekkert eitthvað tengt í hvort ég sé að hlaupa fróðafellandi eftir einhverjum bíum í Kringlunni og eitthvað svona kjaftaði. Svo erum við Vestnami, hverju þetta? Top 3 er á sína stað, það hefur ekki verið í smá tíma og hvað segir þú? Þú ætlar að vera með sannleikan. Sannleikan eða kontor? Ég var að spája að vera ég ætla að vera með sannleikan eða kontor en sko að því að við erum on the field alltaf þegar við förum úr stúdíu. Ég er ekki sleik. Nei, sko, alltaf þegar við erum ekki í stúdíunu þá höfum við farið í kontor yfir sleikur. Nei, sko, málega er það svo leiðilegt að hlusta á kontor af því að það sér ekki hvort að gera. Við erum ekki mynd. Heyri bara eitthvað kossaflenn, sko. Já, ég ætla að taka það bara. Það er ekki gott radio. Nei, ég ætla að taka kontorinn út. Þeir voru úlingar og voru stelpur í Grieg sem voru kannski skotnir í eitthvað svona og voru í sannleikan á kontor, henduð alltaf í kontor. Ég vonum eitthvað svona en svo enda þetta þannig þurft að hlaupa eitthvað og gera eitthvað. Var maður eitthvað mikið að spila leik? Sannleikan á kontor, já. Já. ABC og kisskissið út af. Maður tók kontorinn svolítið, sko. Já, ég ætla að vona sér ekki fyrir að spila þessa leiki ennþá því að þetta var hálf óþægilegt, sko. Kissið út af, það var bara allir á eftir sömu manninskinni og þetta var bara sáleikur ætti að vera dauður. Voru allir á hliðalínu. Á króknum var Landakös og þú og allir bara og sama. Já, ég get alveg staðfest það að við var einhvern veginn kissið út af og alla stelpunum var á eftir sama görnum og það var ekki ég. Það var eftir ekkert rosalega skemmtilegt, sko. Þannig að hætti þeim leik. Fórstu ekki bara að gera eitthvað með kös bara? Það er svipallega eftir Inga. Hvað fáralega huggulegi króksari var það? Ingi. Með alltaf bara 10 Þetta sem fóðum við okkur leysi? Já, Ingi. Okkar besti maður. Úrlingalandsliðsmaður í fótbolta og körfu, sturlaður í íþróttum, fjallmyndalur og stelpunum var ekki að laupa eftir blöð þá. Ég var með sem með hár, það var ekki að hjálpa mér. Þannig að ég nefndi þegar það var að vera að stinga upp á leikinn þá
sagði allt nema kisskissið út af, ég nenni því ekki. En hvað ætlaðu þú að plugga? Nei, ég ætla bara að segja að því að vorum að tala um tónleikar hjá strákunum á morgun og þeir eru við að seljast upp, þetta eru síðustu miðar. Það langaði mig líka því að ég hitti Gauta. Mér langaði líka svo að þetta er ekki sama dagsetning, skilur. Það er bara í 22. eða 3. eða eitthvað. Þannig að það eru líka nokkri miðar eftir á júlefinir og mér langaði bara að segja fólki að endilega tjekka á því og að reyna að ná miða þar af því að ég var í sýningunni fyrra og það var ógeðslega gaman. Við ætlum að fara núna en þetta er sama dag og við erum með litlu og blökast. Já, þú veist, þetta eru bara skemmtilegust tónleikar bara sem að, þú veist, náttúrulega ég var að taka þátt á þessu og hefði ég farið náttúrulega árun undir og svona, þetta er bara ógeðslega skemmtilegt koncept, þetta er bara basically, þetta er bara green show með alls konar hitturum og jólafíling og öllu, þannig að þetta er ekki, þannig að ég þannig að það er nóg, þú veist, nóg að gera. Það er mikið í bóð á Íslandi. Maður er að detti í jólafílingi núna, það er allt í bóð, það eru tónleikar út allt, fólk að fara niður í bæ, ég var að köpa alla gjafirna minna. Í grunni hvet ég bara fólk til að henda svona tics og bara kaupa eitthvað, þú veist, að vera að fara á staða, þeir eru geggjaða gjafir líka. Sem að heyra jólahólm sem mjög entertaining shit. Já, maður ætlar að sjá það líka maður. En við getum ekki plugga okkar gig á morgun, þegar við sold the fuck out. Já, með þessum orðum ætlum við að fara í eitthvað gott lag. Gústi B er í stúdíón, ég veit ekki hvað hann er búinn að læna upp fyrir okkur. Gústi, er þetta ekki mega gott lag handa okkur? Að sjálfsögðu er ég með gott lag. Geggjað, hentu því á. Það held ég kæru hlustendur þeirra að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 í beinni útsendingu frá Keiluhöllinni og já, höllinni nú að fyllast. Já, og C.J. var að mæta með og gefa okkur high five. C.J. mættur og hér verður bara þétt dagskrá fram á jólum og yfir áramót sko. Opnar á hádegi og það er eitthvað kósi að sitja. Það er jólalegt. Ég veit það. Ég var að hugsa. Svona hálfdimmt en samt einhvern veginn svona kósi lýsing hérna á borðinu og það styttist í fyrsta klefa dagsins þar sem ég lét drengina syngja Jón Jónsson og Frikka Dór úr lögum sínum í símtölum, mjög skemmtilegt en fyrst ætlum við slúður og ég er með góðan pakk í dag, drengir. Já, ég skal viðurkenna það að þeir eru ekkert búin að vera spesjamur upp á síkasti, þessi er góður. Ég ætla að byrja á Britney Spears og fólk hefur ekki fyrsta sinn miklar áhyggjur af henni og sérstaklega af Instagram-reikningum hennar sem er vist búið að loka núna, ég veit ekki hvort það er búið að opna hann aftur en fólk vil meina að eiginmaður hennar sem Asghari sé búin að fá staðgengil fyrir Britney til þess að halda boltanum rúllandi að því að þú veist að vera að plugga hlutum og svona og hún er pottitt á að fá einhverja greiðslur fyrir einhverja hluti sem er að plugga. Heldur það sant? Já, alveg pottitt og sko hérna að hann sé búin að fá staðgengil að því að hún sé vist bara komin í meðferð svona bara inn á hæli held ég. Já, hún var samt að posta mynda sig fyrir 11 klukkutíma síðan. Er það? Ok. Og bara mjög eðlileg mynd, eða þú veist. Já, ok, já, þannig hún er nakin. Já, hún er búin að vinna með þetta koncept undanfarið. Já, ég veit það, en þetta er allavega hún. Okay. Já, allavega 42 followers. Já, ég viðurkenna það, ég seifa þetta mér það er gott slúður, ég seifa þetta á miðvikudaginn þannig ég er svolítið sitt með þetta. En þegar núna er ég að horfa myndafinni þar sem hún er bara algjörlega allsbyr á brjóstunum. Hvað er hún að auglýsa þarna þá? Hún er náttúrulega ekki mörd þarna. Hvað skrifar hún undir myndina? Hún skrifar bara ekki neitt sko. Hún er ekki með eitthvað tösku eða ylva, það er ekki svona. En akkurat, herðu, þetta þarf ekki að sanna neitt. Hún skrifar ekki neitt. Þetta geti alveg verið bara gömul mynd sem kærastinn hennar á afinni. Ef út í það er farið. Það er bara, Já, býtast að tala að hún sé ekki að posta þessu sjálf. Nei, að eiginmaðurinn sé að posta þessu öllu og ég fór að skoða myndina sem hann búin að vera að posta, hann hélt svona á henni og það eiginlega bara, hann hélt ekkert á Britney og Paris Hilton með þess að slúðukongurinn, hann deildi myndband á TikTok þar sem hann var að segja, látið Britney friði og hætti með allar þessar samstæðiskenningar nema svo daginn eftir, þá breytti hann bara hljóðinu og sagði, það er eitthvað weird shit í gangi því að þetta er ekkert Britney sem er á myndun. Sko máli er að ég er búið að taka þær ég er að kenna mér, ég ger þetta bara meðan við erum að tala hérna en hún er með rautt band á hægri hendinni og þá setur einnina her red band indicates she is in some kind of danger. Ok, þetta er eitthvað og síðan á næstu mynd er þetta rauða band farið og fólk er að spyrja, hefur einhver séð hana since her wedding og enginn virðist hafa séð hana. Þetta er það sem ég er að tala um, það er einhverja samsæðiskenningar í gangi. Það var enginn séð hana eftir, já. Nei. Bara þá opinberlega, einhvers staðar að labba. Og þetta er Britney Spears, veist, hún fer ekkert fram hjá þetta er helviti sérstætt, sko. Já, þetta er stórfurðulegt. Og líka nýgift, þá er þetta ekki að, ef maður posta mikið, stendur ekki að setja penismyndir að sinna á Instagram, nýgiftur, eða ekki? Það er svolítið skrítið. Já, er hún nýgift? Já.
Já, það er meira svona út á lausu og komin 2 í þig. Eða bara meira skilur aldrei líka. Já, þú veist. Skil fyrir eitthvað það. Þannig að það vildi sést þetta sko. Já, þetta er mjög spes. En já, þetta er sko, þetta er rosalegt. Ég veit ekki, af því að ég hef ekkert kynnt mér það. Af því að þetta finnst mér, ef það er eitthvað til í þessu, svo er eins og bara það er allt morandi í einhver samsæriskenningum og vitleysu, að ef það er eitthvað til í þessu, þá er þetta mjög óþægilegt. Já, sko, ég er að heyra þetta allt í fyrsta skipti núna bara frá þér. Og ég er alveg bara mjög confused, sko. Þannig að þetta er gott slúður. Það segi kommentum minna að bara tala við FBI í kvelli þegar hún hefur bara ekki sést eftir brúðkaupið og skrýtna myndir að koma inn og hvað er maðurinn hennar og næst ekki hann, þetta er mjög sérstætt. Og spurning, hvað er það? En ykkur hringir núna og segir, hérna hringir í FBI og segir, við þurfum að leita Britney. Þeir eru glæðilega bara, wow. Jú, við ætlum öll að gera það. Skella á, þú veist. Þetta er náttúrulega einn frægasta manneski heimi, það ætti ekki að þurfa að leita henni. Nei, ég veit það. Ekki nefnum hún sé bara læst inn einhvers staðar. Nei. En, herðu, viljum í næsta slúður og þú hélst að fyrsti mólið minn væri góður. Hann var geðugur. Haltu þið fast núna. Kölkinu? Já, Macaulay Culkin. Síðast var ég að reyna að finna bara eitthvað fyrir þig. En núna er ég með alvöru slúður. Hann var að opna sér kallinn og hlustaði nú þegar þú sagði hann var á dælunu og er byrjað að setja í hælinn á sér. Veistu hvað var til þess? Þetta vissi ég ekki. Nei, Hann og Mila Kunis, sem er í dag eiginkona Ashton Kutcher, þau voru kærustupar og spiluðu mikið tölvuleiki saman, voru gamers. Já, okkur vissi ég ekki að þau voru par. Af því að þú ert að hlusta á slúðugangi núna. Og voru mikið í World of Warcraft saman, og áttu þar sinn hóp og mikið að vinnum. Sam og Kössi og Svessi voru að tala saman í mast á leiðinni vissluna og Svessi var að grafa hóluna. Og Debs, konan hans Köss, hún er alltaf í World of Warcraft. Þau voru sem sagt í einhverjum hóp, risahóp, og þau voru kærustupar. Nema það, svo dömpar Mila Kunis, Macaulay Culkin í leiknum eða? Nei, hún gerði það vonandi í persónu, ekki í tölvuleiknum, það væri illa gert. Og hann tók því ágætlega að það var búið að segja sér upp. Nema að frægðastjarna hennar var ekkert búin að rísa aftur upp eftir The 70's Show, en svo fer ferill hennar bara að skyrocka aftur, og hún byrjaði með Ashton Kutcher, þau giftast, þá fer allt í bara viftuna hjá Macaulay Culkin og hann höndlaði ekki og hann var að opna sig á það er ástæða fyrir að hann misti eitthvað 20 kíló og hann var bara í bullandi ástasorg og sagði í dag að nú líður hann miklu betur og loksins komin yfir þetta svo líður í dag þannig að nú vitum við hvað var til þess að þetta var ekki að því að maður er eitthvað barnastjarnar sem að bara það hefur ekki hjálpað það potið ekki en þetta var ástæðan fyrir downfalli Macaulay Culkin og það var ástasorg og það var Mila Kunis sem er eins og ég sagði eiginkona Ashton Kutcher í dag. Þetta er svakalig skýrsla og hérna en fór hann ekkert yfir sko styrkleika fíkniefnana eða? Nei, hann rætti ekki eins og hann hefði verið á fíkniefnum, hann sagði bara að hann verið á dimmum stað. Hvað svo sem það þýr? Hann var ekki að fá sig bara eitt kaldan sko. Hann var ekki þar sko. Hann fór alveg í kistlu sko. Já, hann grentist allavega. Sama hvernig hann gerði það. Hann er betri í dag. Já, hann byrjaði að auglýsa fyrir Gucci, hann topa það ekki. Og hann er náttúrulega, hann ekki líka bara giftur og á krakka og allt þetta? Já, það er bara allt upp á 10. Svo ætla ég að enda þetta og ég nenni ekki að fara eitthvað djúpt í þetta slúður en sko Khloe Kardashian vill ekki leyfa dóttur sína að gista heima á Kourtney systur sinni af því að hún vill meina að börnin hennar séu illu balin og fá allt sem þeim vilja. Eina sem ég ætla að spyrja ykkur svona í lokin á þessu slúðupakka er eitthvað fólk sem, að því að fyrsta sem ég hugsaði ok, mér væri sama hvað að vera að dæla í strákana ef ég fæ nætupössun, I'll take it er eitthvað hjá ykkur sem þið hugsið bara nei krakkandi með ekki gista þarna því að þið þurfa ekki að segja nöfn fá svo mikið nammi já, bara oft ykkur Nei, þetta er fallið öll og af að það fáðu nammi sko Já, sko, þú veist, ef ég kemur að sækja krakkana til mömmu skiptir engum máli klukkan hvað eða hvað dagur það er þá eru krakkandi bara með ís ég er bara, hvað, bara þá til að þakka niður maður kemur bara inn, bara ís ég er ekki ljós allt í rugli við sóttum Ted og Matteo í daginn til Tengdó þá hélt Matteo Pepsi Max hann drekkur ekki gós sko nei, hann bara komist í dósina einsás með ískalda Pepsi Max sko pappans er fíkitt fyrir sko þannig að hann var aldrei sem frádreng Kitty Britsa og ótt einhverju menningina nei, þetta var Tengdó en hérna, sko, svo er eitt annað í þessu líka er að, þú veist, mér finnst líka að þegar að krakkar fara í pössun til ömmu og afa það er ekki svömmur reglu, þú veist, ég meina þegar maður var að fara til ömmu svona af í gamla þetta maður vissalega, maður var, þú veist, you're in for a treat allt til að þakka niður í manni já, maður var degra
klúðraði svolítið. Þetta var slúðupakki dagsins, við skuldum auglýsingar fyrir löngu síðan. Svo ætlum við fyrsta klefa dagsins með Jóni og Frikka hér eftir smá. Þið erum að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. En við erum ekki í beinni útsendingu núna því að ég sá tvo mínum uppáls hér á ganginum. Klukkan er 11 núna á föstudagsmorgni og vitandi að við værum að fara í Keiluhöllina og verið í beinni þaðan, þá er svo gott að eiga klefa. Þetta eru þeir Frikki Dór og Jón Jónsson, verið velkomnir. Já, takk hérlega. Ég náði að dobla ykkur hérna í smá skiptidíl. Heldur betur. Já, ég myndi plaka tónleikunum ykkar. Já. En í staði fengi ég eitt klefa með ykkur. Já, bara heiðurinn allur Ég hef okkar aldrei farið í svona klefa, þannig að þetta er nýtt og spennandi og heiður og líka smá stress og þetta er bara... Ég er með skemmtilega pælingu. Já. Og sko, byrjum náttúrulega á að ræða minn endan á skiptidílum. Það eru tónleikar á morgun. Já. Sem að ég er brjálæri yfir að komast ekki á sjálfur. Já. Og það er í Kriganum. Einhverju miðar eftir á gólfið, ekki? Jú. Já. Stútfylla Krigan. Fylla gólfið og miðarsala inn á tix.is. Og þetta, það þarf ekki eins og að segja hlustendum okkar, þetta verður sturla. Já, bara laugardagskvöld, 17. des og bræðir í Krigan og heimaðalli. Kallt úti, hlýtt inni og strákum. Við erum búin að æfa alla vikuna og þá samfæris maður enn meira bara, shit, hvað þetta verður gaman maður. Með hljómsveitinni sko bara eitthvað. Þetta var ekki sturla. En þá komum það ykkar hluta á skiptidílum. Ég skal líka tala um því. Nei, ég er bara að pæla. Er eitthvað flug samt norður ef við klárum snemma upp á ná síðan ykkur sko? Já, það væri geggjað að fá okkur hana. Þá getum við hent á sjómlinn. Já, það væri svo. Sko, pælingi mín er að þetta er eitthvað sem að ég hef ofta hugsað en ekki gert með neinum tónlistamanni. Það er að ég læti ykkur hringja í eitthvað sem þið annarkvort þekkið eða þekkið ekki. Ég held að það sé skemmtilega þekkið viðkomandi. Þekkið ekki? Lagið hittir út í það sem ég ætla að mynda að líta. Og að þið syngið eitthvað úr lagin ykkar. Já. Bara veljið eitthvað úr símaskarinn ykkar. Ég held að það sé skemmtilega að þið þekkið viðkomandi. Og þegar ég syngja part, ég vel lagið, þegar ég syngja eitthvað part úr lagi sem er þekkt með ykkur, en svo þegar þeir eru búinir að syngja þá er ég að láta við viðkomandi eins og hann hafi syngt. Fattu? Þetta er sem svo bara Frikki og þú ringir einhvern símaskránni þinn og tekur bara ringdi mig. Nei, ég segir svona, hvað segiru? Baba, já, bara góður eitthvað. Og svo er alltaf, en svo þarf þetta að fara í bara, já, en hvað varst að spá? Eins og viðkomandi hafi hringt. Ok, og Jón, ég er það ekki bara hérna, ef að ástin er hrein, liggur hamingjan heim. Og svo bara, nonni, hvað segir þetta? Hvað vantaði ekki? En sko, það þarf alltaf að vera alveg skýrt að þið haldið hinn hafi hringt. En er ég að ringi einhvern sem þekki eða bara... Ég held að það sé skemmtilega að taka einhvern sem þekkjum. En að því við erum ekki í beinni og þá getum við líka svo bara breytti ef að svo er ekki. Já. Hvor eitthvað vil byrja þessa veislum? Ég skal taka það á mér. Og í hvernig ætla að ringja? Ringi bara, ég ætla að ringi Björn bara, af því að hann mundurglega bara að halda ég væri bara eitthvað að steipa. Okay. En svo er gaman hvert að fer, ég veit það ekki. Já, þegar þú lætir þess að hann hafi hringt. Ég er svo stressaður sko. Eins og ég satt ég hérna bara eitthvað að ringi pappa og ég var svo stressaður sko. Þetta er að ringja. Sælunum minn. Sælir. Ég er að hoppa eitt fund, má ég bjalla eitt smá? Já, ekkert mál maður. Hérna en ef ástin er hrein, ræður hamingjan heim. Nei, ég er ekki ég. Hvað segirðu, hvað ég gera fyrir þig, meistari? Er þetta eitthvað, hvað er þetta að pæla, eitthvað með spili eða? Var ég að ringi þig eða? Ha? Var ég að ringi þig? Já, varst ekki, það var eins og væri með lagið og það? Ég veit ekki neitt sko. Var ég að ringi þig á það? Ertu að vinna yfir þig? Nei. Því að hjartað vísar leið. Sorry, ég er lappinn átt fund sko, þannig ég verð að heyra eftir. Quiz kóngurinn. Ok, love you. Þetta er ekki til lagi. Og quizkóngurinn það þarf stundu svo lítið. Ok, það var fullkomið að hann vildi ekki tala þig. Nei. Já, ok. Ég veit að, hvað er að gera? Hringdi ég í þig? Já, ég er kannski bara glad með þetta. Ég panikaði þegar hann gæti ekki tala, en svo var ég mitt bara. Það er best, þegar ég var með punkt og fullið, ég var að volna þetta haldur um í sleik, hringd aftur í hann núna. Við tala eitthvað annar lag. Já, sjáu hvort hann svari og segðu, nei, hringdu núna, sjáu hvort hann svari og ef hann svarar, segðu bara, herru, nei, sorry, ég var eitthvað að grillast, bara, hvað vilduru? Please, bara. Það er ekki að veit.
Sælir. Sorry, ég var eitthvað grillið með hann áðan. Hvað, ég steinglendi, hvað átti ég að gera aftur fyrir þig þá? Hvað var ég að biðja um? Það var, þú bara, ég veit ekki, það var eins og það við sendt á mig hana. Hvenær? Þarna, þú veist, af því að Guðrún kemur svo inn í annað erindi, skilur það stjórnar engin stefinu sem bergmálar í brjóstinu. Þannig að ég veit ekki hvort það var eitthvað að gera fyrir hana þá eða. Varstu að meina það? Fyrir GTRN? Ég sko veit ekkert hvað þú tala bara ekki neitt. Nei, en þú ert samt quizkóngurinn. Og njótið skilur ekkert hvað að gerast. Það er ekki til Gefur það, hann svaraði þetta. Hann tók þetta aftur. Alveg, nú var það samt svona hvað það á mér fundi. Friki, ég, sko, það náttúrulega, þú ert með geggjaða línu til að taka. Þú ert að hringi fólk og segja hringdi mér. Hvernig þetta að hringi? Sko, ég er að spá að ringja í góðið minn Ásgrím Geir Logason. Hann er hann er bara Ási, hann er ekki svona þjóðþekktur einstaklingu kannski eins og hann með vinsælt podcast hann er podcastinu, ég gleym alltaf podcastinu kongurinn. Ég er að spá að ringja hann og bara minnst hann svona þið voru náttúrulega sama með þátt ekki gleyma því má náttúrulega alls ekki gleyma þriðjudagskvöld. Mér finnst sko Frikki byrja síntalið á að bara tala niður félagann sko. Ég með podcast og með honum í sjónvarpsþætti þetta er náttúrulega ekki landsþekktur maður sko þegar maður er búin að vera ringina mest að aumingja vinn í 15 ár skilju ógeðslega frægur ég skilju þá finnst mér ég á það til að sjá ekki ljóma annara sko en sem heldur ljóma þínum gangandi ok, ég til í það þannig að þú þekkir leikreglur hann svara, ég raula eitthvað aðeins tekur ringdi mér svo bara herri, hvað segir þú, hvað varst að spá og svo tökum við þetta þaðan maður gæti gert þetta allan dag ég dýrk þetta sko já, heill og sælir ringdi mig en þá með sama gamla nákvæmlega maður hvað segir þið hvað varst að spá hvað er ég að spá já, mátti þú varst að ringja núna nei, ég sá bara að það er ringt já, ég er alltaf bara að spjallspá spjalla við kóngin já og hvað, ætlaður eitthvað að spjalla hemma hemma nei, ég meina ringi mig, þú veist, glaðist hundur í heimi og allt það, nýr hundur og ringi mig og spjallum hundur. Nei, sko, hann er vissulega glaðast hundur í heimi, hann hefði sko. Já, manstu hvernig það er. Ég er glaðasti. Hann er alveg svaka glaður þegar hann byrjar að syngja. Það ekki, er hann ekki að elska þetta? Syngur þetta stundu fyrir hann? Já, ég er alltaf að því. Hvernig er heilsan? Heilsan er fín. Rámur? Já, það er bara, veist hvernig ég er bara að spá, ég fór bara að spá hvað ég vantaði, sko. Herri, jú, þú ert alltaf svo sniður, hvað gjafahugmyndir ertu með? Jólagjöf? Herri, ertu að spá hvað þú að gera fyrir hana? Gera fyrir hana? Nei, Það auðvist á tónleikar til leðinni. Nei, ég er bara að spá, en minna... Syngdu, ég samt, það hefur náttúrulega gefist ógeðslega vel hjá mér að gefa bara lag, sko, þú veist, þú getur gert bara hún breytið bara þú ert alveg með þetta hvað myndir þú syngja, þú veist, af lögunum mínum fyrir hana? Ég maður ekki taka þetta einlegast hvað, sitkastólum myndir þú fara í skálina, skál fyrir þér? Skálina, já Skál fyrir þér Lykillinn þar er bara að vera, þú veist svona hæfilega sko hot líka, þú verður svolítið hot þegar þú syngað, sko, eða svona í röddinni það er geggjalag en var ekkert sérstætt sem ég vantaði á sig að því að ég þarf að fara, sko Nei Var ekkert sérstætt? Nei Ok, herri, það er lokum bara ég hata að hafa þig ekki hér alltaf þau ert ekki hjá mér Elskar þig, en get ekki, má ekki vera þessu ég er bara, þú heyrir í mér eða þú manns þetta sem vantaði ok, ringdi mig, nei þá ringir þú, ok já, flottastur, bæjó Þetta er svo óþægilegt núna hvað?
Hvað er að gerast? Hvað var? Ég hef aldrei gert þetta áður reyndar. Þannig að hann örugglega smá ringlar. En ég held að En samt þægilegt að geta alltaf. En sko versta í þessu fyrir þín megin að hann var samt bara spjall. Nei, það ekkert upp á sæðið. Þetta sé bara eðlilega samt. Nei, það hann mörg maður. Þetta alltaf flottur. Þú er ekki að gera á milli barna minna. Þetta var nákvæmlega það sem ég vildi frá okkur drengir þegar ég sá okkur utan ganginum. Góða skemmtur annarkvöld. Sömuleiðis. Þetta grínast. Við skiptum Norðurlandinu og Suðurlandinu. Eigum að vera eitthvað með eitthvað Zoom-dæmi, eitthvað Skype-dæmi. Þetta var skipta henni yfir. Svona til að flækja þetta aðeins. Hvenær opnar húsið okkur? Kortir yfir 7, þetta er upplifun sko. Það er DJ að byrja þá einhvers staðar í tengibyggingunni Grigarinn bara þannig að fólk getur mætt, þú veist, tímalega þannig að sé ekki í röð, skilur, vera að tínast inn, fá sér drikk, mæta niður, við erum hvað, 8:30 ekki? Held að, kannski gerum við svona eins og, þú veist, maður á að gera, ég bara að býða kannski 7 mínútur eða eitthvað, skilur. Er það 7 mínútur sem á að býða? Ég veit það ekki. Keep them waiting. Það er svona eins og brúðurinn í brúðkaupi sko. Þú veist, hún býður alltaf aðeins, skilur. Allir er svona aðeins að svitna. En sko, á hvaða lagi byrjið, maður spila því? Heyrðu, við setjum bara svona smá jólatón, stökum jólabróðir. Ok. Og síðan förum við bara í neglur. Já, lög. Takk fyrir okkur. Við erum að fara í neglur. Ég er bara svo leiðilegt, ég komist ekki. Ég væri mættur þarna fyrstur manna með koninu og vinnum maður. Þú er upp á sviði að taka sjómla. Eftir 2-3 drikki var ég byrjað að senda SMS sko. Hvað, viltu ekki taka sjómla? En bara góða skemmtun. Veit að þetta verður sturglað og góða skemmtun þeir sem er að fara. Það er eins og við komum inn á í byrjun. Það er einhverjum nokkrum neðar eftir. Við ætlum að fylla gólfið nefnilega sko. Já, það er að tróða fyrir þetta. Þetta er búið að vera langklöp en þetta er að takast nefnilega. Þannig að inn á Pix.is og tryggja ykkur miða á þessa veislu annað kvöldi. Ég lofi ykkur persónulega, ég sverða. Þetta verður gott. I swear. Drengir, takk fyrir að hoppa þetta undir mig maður. Love you long time. FM 95 Blö á FM 957. Það held ég, helgafrí, vonandi eru sem flestir komnir í helgafrí þessa helgi. Já, við erum ekki konið í helgafrí, við erum að vinna alla helgina. Það er vinna á morgun. Þetta er skemmtileg vinna. Ég þarf að fara í skóaböðin og særi minn á kega og fara í steik og rautt og strikinu. Það er alveg að vinna þetta. Ég get bara ekki beðið. Ég er meira að tala í balli. Ég get ekki beðið eftir að taka þetta ball sko. Ég veit að kona mín að hlusta þáttinn. Ég er eða svona fegnastur að losna við Matteo í svona sólarhringa við orðum. Ég ætla all in á þessu balli. Ég ætla að fara í gullituðu Júvins með mér. Wow. Tattu skikkjana með líka. Ég verður að taka pakkinni með. Það fyrir allt með. Skikkjan. Því að máli, ég er með koncept. Ég þarf að ræða við þig. Taktu skikkjana með. Skikkjan mætir. Balli verður sturlað, ég lofi ykkur því sem er á leiðinni í Sjallan annað kvöld. En það er hins vegar komið núna að spurningakeppni Gilsarans. Og við vorum að ræða hvað þetta er King of Christmas. Og Steinþór vann þetta í fyrra. Þetta er greinlega ekkert keppni sem maður er eitthvað æstur í að vinna. Já, þú veist, Steindar æstur að vinna, hann vinnur þetta alltaf. Ég vissi ekki, hefur þú spurt mig bara at gunpoint, ég hef ekki getað að svara hvort ég hefði nöyti fyrir það ekki. Ég samt haldi einhvern veginn að þú væri einhvern veginn meil í jólakall sko. Hefur eitthvað verið gott að vinna þessa keppni? Já, King of Friends og eitthvað svona, friendship og King of Summer, King of Winter. Það er ekki, þú allast árlegu keppni viltu vinna. En það er ekki jákvæmt að fá stig í þessu. King of Christmas. Nei, menn að þú fær stig. Það eru reyndar, ég gef allir það. Hann náttúrulega var tekinn á teppið af Ívari Guðmunds og var hann tekinn aftur á teppið af Ívari Guðmunds og við rættum að það er rosalega. Það er komin aðeins meiri þroski í spurningkeppnina. Ég gef honum það, ekkert miklu meiri. Eftir Ívar Guðmunds gaf með lestur. Hvað sagði það? Gjörn breyta þess. Hann gaf þið lestur. Mætti ekki vera með sama kjafta alltaf aftur og aftur. Þá var ég búin að vera með held ég að varst að hlaupa út graður í kringlunni í svo 3. árið í röð og sagði mér að setja það á ís og máli. Og þegar Ívar Guðmunds lætur mig heyra það og hlusta. Já. Enda er hann kókur. King of Radio. Og núna er ég með King of Christmas. Ef þú vinnur þetta 3. árið í röðstendi það væri rosalegt. Sko það er oft talað þá þarf bara Rikki að keppa á móti við næst. Já, það er oft talað í svona keppnum að ef þú vinnur 3 árið röð þá er þetta ekki faranbyggar lengur, þá er þetta eignabyggar. Þú átt ekki breyki Rikka, hann skreitir annan nóf. Já, það er auðvitað að keppa við hann. Þorveikt. Hann var sokkanum heima og sér vel skreittur. Hann var í sporthúsinu 6:35 morgun búinn að detta. Ég er nú skrifstofu, lítið klukkuna 6:35, þá er Rikki að labba upp stigan sveittur og að klára æfingu og labba hann inn í 5:50, þannig að hann er í hróðum að vanda King Richie. Það er hérna King of Christmas.
Steindi er á clear favorite og það er búin að vinna það oft. Þetta er marga spurningar en það er að byrja þetta. Reynum að vinna svolítið með 8. Það er bara helviti margar þetta. Já, köttum ykkur út. Ætlarðu með Gilsa í steik og raut með Ocean View á strikinu á morgun? Já. Ok, það byrja stert, þetta er jafntefli. Blöður að byrja þetta helviti vel núna. Finnst það jólajafli vera skemmtilega en hefðbundan jafl? Jésús. Ég var að hrósaði fyrir þroska í þessari keppni. Það er tó helviti hratt maður fyrir spurningu 2. Já, hvernig ætlar að svara? Nei, basically mér er alveg sama hvaða ástímið það er. Ef að dettur inn þá er það helviti hressandi sko. Nei, það er ekkert endilega betri en jóli. Það finnst þér þetta að finna það. Það er dæmt inn og heldur hressandi. Ég er bara að finna þessi hitt sko. Já, ég ætla bara að taka undir þetta og við... Þú ert samt jólakall, þú ert búin að finna þetta 2 ári röð. Er þetta eitthvað meira jólinn hjá þér, Steindi? Er það ekki? Nei, ég veit ekki Við erum í næstu bara. Ég horfði bara á þér. Er enginn að púta hana? Nei. Ok, hefur verið álfur í tölvuleik? Hefur verið álfur í tölvuleik? Já. Álfur? Í hvað tölvuleik varst álfur? Álfur? Ég hef verið álfur í fullta tölvuleikum. Það getur verið... Blöður strax að lenda undir. Ég bara veit það ekki. Þú hefur að fá punkt á Er eitthvað álfur í Super Mario 3? Nei, þá var maður prinsessa á eitthvað. Já, nei, þú gast ekki verið álfur í... Nei, ég hef aldrei verið álfur. Þú gast verið prinsessan í Super Mario 2, sko? Eða sveppurinn? Nei, sko, Blöð, þú hefðir þetta að fá... Hvað heldur ég sé búin að vera álfur í eitthvað tölvuleik? Nei, spurning 2, þetta þið vel. Ég hef oft verið álfur. Já, nei, ég er bara hreinskilin. Hefur verið á biffanum og sagt við Gellu, ef ég væri snjókall, þá væri búin að bræða mig. Jesus. Ói, bara stað. Akkur á biffanum? Akkur ekki bara hvað sem Akkur má þetta gera hvað sem Back in the days, en mann voru single og allt eitthvað. Þetta er rosalega lína á jólunum. Ég var single í 7 ár, ég var aldrei að vinna með neina pick-up-línu. Hvað þá ef ég var í snjókalla og myndur bræða mig? Já, þetta er verða sem ég heist. Þetta er ekki nei hjá okkur? Þetta er nei. Ég bæti ekki að ég er að gefa mörgum meisturum núna línu fyrir jólinn. Það er mitt. Þannig að það er báðið með, þú Steindi, þú har aldrei sett þetta. Nei, ég hef aldrei sett þetta. En hefur það hendið pick-up-línu? Nei, aldrei, held ég. En þú Egill? Nei, ef ég væri snjókall, þá væri þú búin að bræða. Já, ég er ekki að tala um þennan viðbjöð. Ég er að tala um hefur hendið einhver svona alveg svona kíkja miðan, maður sjá, akkurat Made in Heaven. Ói, svona þannig. Ég held að þetta virki hvergi, sko. Það tvötur í Steinda. Byrjaru aðfókardagsmökkið þitt yfirleitt 11:00 fyrir háti. Með allir fjölskyldunni? Nei, ég er ekki það. Það er ekki mölvum fyrir háti aðfókardag hjá mér með familíinu. Það er góð líkur að fara 3-1. Já, sko, ég er strax undir. Já, málega er að ég myndi segja að væri kannski einn jóla opnaður. Ertu komin í bjór fyrir háti? Nei, ekki komin í bjór. Partí byrjar 11. Ertu að tala um, partí, þetta er ekki partí. Sér hvað ég bara að segja, þetta eru jólin. Ertu að tala um að komin í bjórinn er rosalega hart, sko, seging að því að ég er að tala kannski, ég fæ mig kannski 2-3 sopa bjór fyrir háti. Ég er löngu vaknaðar hana. Nei, örgulega ekki fyrir háti. Segðu bara satt. Nei, ég myndi giska á svona 3. Myndi ég kannski. Já, það er helviti langt frá fyrir háti þú ert komin í þetta klukkan 3. Já, þetta er kannski bara ég og pappi og Sigir og allir komin og við viljum taka eitt jólabjór eða vera að græja sósu. Veitu hvað Bogi, tengdapabbi minn var að segja mér daginn. Hann var með Flórida og ég nú rætti á nokkur sem við ykkur. Það er eitt svalast maður sem ég kynst. Hann er búin með reglu allt sitt líf, sama hvað sem þunnur hann er, sama hvað hann er að gera, hann opnar ekki bjór fyrir 4:30. Það er saman hvernar að sólahauð. Það skilur hvað hann er og hvað hann að gera. Já, bara hann býður til 4:30. Hann var á tenni á bakkanum og bara hér ægir maður. Þá er hann bara að fá sér vatn og hafa kósí og eitthvað svona. Svo þegar klukkan 4:30 og opnar sér einn, þá veit hann að allt sem var í honum síðan í gær, það er farið, þetta er nýr dagur. Þá er hann búin að svona taka ákvörðum bara, herru, ég ætla að fá mér annan bjór. Það er rosalega. Já, ég sagði hann, ég hef ofta ekki með bjór bara áður í borða, sko. Já, það er tenging, sko. Hann sagðist að það var séð nokkra vinir sína að fara illa út úr því, sko. Hann tengir ekki. Hann, sko, ég held að hann get ekki komið með til Easy, ekki Bogi. Nei, það er fáið sem getur komið með til Easy. Sítjó myndir ráða það. Já, hann myndir ráða það. Sítjó í gýr, myndir ráða við það, sko. Líka svona með síðustu fréttir, hann myndir splæsa okkur alla. En hérna herru fámið, hann sýtir. Heldur að fá þér eitthvað rassadót frá frúnni í jólagjöf? Nei, næsta. 100% ekki. Nei, og það er mjög vins á jólagjöf. Næsta. Ég er búin að kynna mér jólagjafur í ár. Herru, ég var að hrósa fyrir þroska í þessari keppni. Ekki eiginlega. Ég meina hann þetta er ekki óðurlega spurning, hann er séð. Rassadót, myndir að fá rassadót frá frúnni? Já, bara eitthvað þú veist, það er mjög vinsælt, sko. Já, það er vinsælt greinlega þér og þínum vinnum, en ekki kringum mig. Já, nei, ég hefði held að þetta var ekki það vinsælt. Ég þekki ekki marga sem er að fá það. Eina rassadóti sem við rækilegum keypt eru klósepapír, sko. Við erum ekki að stinga ykkur hérna.
Þannig að farið bara í næstu spurningu. Okay. Hefur þú sagt við frúna í svona góðu jólaflippi? Ok, erum við going south? Ég var að hrósa þér. Síðustu spurningkeppnin eru búin að skemmtilega. Fjórar eftir. Veldu ykkur aðeins þroskari. Og bara einaðið mér ekkert er svona einaðið tengjast samlífi. Já, endaðu henni þá. Og ekki farið í jólaflippið? Nei. Ok. Ekki að fara Á ég ekki að fara í jólaflippi? Hvað var jólaflippi? Það heyrðu það bara í lokin. Það stoppaði hana. Hvað er staðan? 2-1. Ætlar að eyða jólunum í bleiu? Nei, vona ekki. Held ekki nú að ég fá náttúrulega aftur sko, Nóró hún er rosalega svo pest sko, því að þá ertu ekkert að drífur ekki klósett, þannig að þá þarftu vantilega að setja skjöld sérstaklega yfir nóttu. En þú ætlar ekki að eyða ég ætti ekki, það er ekki planið mitt sko. Þetta er mest spennandi King of Christmas. Það er 2-1. Ég er bara mest spenntur fyrir þetta klárið sko. Hvað er næst? Heldur þú skríðir á morgun á Hotel Kea að mér reyður? Nei, enga líkur á því. Það gerist nefnilega einu sinni þegar mér er á blöð. Herru, hérna fór þetta 2 eftir þér stendi eða? Er ég King of? Já, ég er með 2 eftir. Já, komdu með hann. Ég meina hann að Þið veist, óþægilegt að bera. Já, þá skulum við ekki bara segja þetta gott þá. Ef þú getur valla, þú hafði í það að spyrja. Ég er að lesa það núna sko, ég er veltað fyrir mig hvort að Hvor er skárri? Ég sko, ef þú ert að velta þig fyrir þér, þá er hún ógísleg. Pottit. Sko, einir hérna, hefur þú öskrað í bendanum, þú kallaði mig Rudolf. Herðu hérna, Gustin, en að setja bara lag. Steindi, King of Christmas. Þetta ekki að spyrja ykkur báða? Þú ert reyndir að kall sko. Þú veist þessu allir vita sko. Það held ég eitthvað sem segir mér þetta lag verið tekið í Krikanum á morgun. Jón Jónsson og Frikki Dór með tónleika þar. The Man John. Þetta var þetta Frikki. Síðast er við vissum voru nokkri miðar eftir þið vinnum þá inn á tix.is. Það er komið að sturluðum staðréttum, drengir. Það verður eftir svona óþroskaðan lið eins og var hérna aðan, þá þurfum við að sína smá þroska og það sturlað? Kenna fólki. Það eru ástæðan fyrir ég vildi ekki, oftast við erum á svona rönni eins og við erum núna og það er stemming, þá geimi þær ofta því að það tekur mig heillanga tíma að finna þær, en mér langaði okkur að fara í þær í dag því að þær eru mjög góðar í dag. Thank you. Eru þið ready? Sturlaðar staðreyndir, eitt af þessu kjaftaði sem að ég vil að bæði þið og hlustendur reynið að spotta. Og það eru veglega velun fyrir ykkur eða spottið það. Eru þið tilbúinir? Fyrsta, karlkyns endur ráða hversu stór tippaðum verður. Þetta fannst mér helviti áhugavert. Hvernig ástundan að gera það? Ekki hugmynd af því að ég hef ekki stúdrað endur og var að lesa þetta í fyrsta sinni í morgun. Ertu að tala bara þeir fæðast eða er þetta meira bara svona þeir á leiðin í samlíf og skrúa þetta upp eins og við vilja? Ég nefnilega, það er marga góða spurningar þarna, við þurfum bara að googla þetta betur en þetta var það sem ég las orðrétt. Já, ok, en þú veist, gæti þá öndin alveg þess vegna bara, þú veist það hlýtur að vera eitthvað limit þarna sko. Já, ég var einmitt að hugsa bara, þú veist, ég hef aldrei séð önd fljúa og sé bara með, þú veist, hrossalim fljúandi önd með hrossalim. Ég hef aldrei séð lim á önd ef út í það er farið. Nei. Áfram með dýrin, kvenkyns býfluga gerir alla vinnuna og bara kvenkyns býflugur stinga fólk. Eina sem karlkyns býfluga gerir er að hjálpa þeim að fjölga sér. Já, þannig að hlutverk þeirra er bara þetta? Já, það er eina sem karlkyns býfluga gerir, það er að hjálpa kvenkyns býfluga að fjölga sér. Annars er bara fyrir. Þetta er svolítið bara eins og kallmenn og konur nánast sko. Já, þetta er svolítið. Það út í að fari. Þetta er svolítið svo fyrstu 3 mánuður eftir að kemur nýr krakkin og ertu bara fyrir heima einhvern veginn. Þú nærðir hluti og réttir hluti eða eitthvað. Ég er þetta rosalegur á bleiðuborðinu sko. Ekki? Já, all in það sko. Ef annað kynið endar því einn daginn að vera algjörlega tilgangslaust, þá held ég myndi nú er ég að bearing man. Já, það verður þá kallmaðurinn. Hólk á kallmaðurinn. Já, þú þarft ekki eins og verður bearing man til að spotta það. Nei. Ég er þetta gleymi, ég potið sagt frá þessi þættunum pabbi hlusta hvort þið er ekki, en pabbi spurði mig einhvern veginn á Matteo, hérna Teddy, hann var orðin rúmlega 2 ára, spurði mig hvort ég einhvern veginn að skipta hann. Hann er rúmlega 2 ára sko. Já, ok, ertu all in í því það? Ég bara, þetta, hvað er þetta rugglaður? Gamli skólinn skipti ekki á bleiu sko. Breyti tímar. Næsta, ég veit að þú er ránað með þessa stendi. Þið báður, þið dýrki báður þessa mynd. Adam Sandler, ég held ég að komið hann áður en hún er bara svo góð. Adam Sandler bombaði skotboltum af alvöru í krakkana í Billy Madison. Eitt krakkin fór að gráta og foreldrar hans urðu reiðir og þegar foreldrar hans komu reiðir að Adam Sandler þá spurði Adam Sandler hvort að krakkin hefði ekki lesið handritið og fekk, hann er 5 ára og kann ekki að lesa og krakkin hætti myndun.
Þetta var líka að fyndi atriði út af því að hann var að negli Já, þetta þurfti að vera svona Þannig að þetta ekki fyndi Þetta var lítill skotbolt Þú veist ekki að fara að gera tæknibrellur skotbolta sko Já, þú meinar Jú, það væri stækt Kanski í dag, sko Guðmynd, sko Billy Madison er alltaf frábæn Ég þarf að horfa Ef það er einhver úlingar sem við vitum að það er úlingar að hlusta Þið þurfa að horfa á bíómynd sem heitir Billy Madison Já, þetta er grímmynd sem bara mótaði heilu kynslóðunar Þetta er geggjumynd Næsta er af honum Thomas Earl frá Ohio Hann var rekinn úr vinnunni Það réðst björn á hann skógabjörn og skotin af lögreglunni allt á sama degin Vá, þetta var hann rekinn? Já, hann var rekinn ráðist á hann skógabjörn sem réðst á hann og lögga sem skaut hann allt sama daginn Já, hann var ekki rekinn út af því að björn réðst á Nei, það er frekar ósækjað, það er frekar 30 dagur Þetta er helvítið slæmi dagur Ég held ég átt slæma dag í gær sko Hann á lífið það ekki? Já, hann er þá lífi Thomas Earl og Pæli, þetta liðið sem býr strákar, þannig að það getur fengið bara skóabjörn inn í stofu til sín þess vegna það gleymir að læsa hörðinni sko. Þú getur fengið máf ég hef fengið máf og það er sannast sem betur fer býr þú ekki það sem er eitthvað svona alvöru dýr því að þú höndlar ekki the pressure Þú höndlar ekki máf sko. Þú er ekki höndla íspjöld sem er tonn höndla máf, ég basically lokar öll og skeist í þig sko. Nei, ég var ekki Svo eru sungið og lofsungið á síðan sko. Já, en máli er að þeir voru sko, þú veist, ég get ekki hægt þú veist, ég get ekki útskýrt það nógu vel fyrir ykkur Hann var hjút Nei, hann var ekki hjút Hann var bara hjút Samkvæmt rannsóknum Þetta, nei já, hún kemur einn eftir það Samkvæmt rannsóknum eru hamingjusamustu pörin þau sem stunda kynlíf einu sinni í viku eftir árssambandi eða meira Ég held að það væri sko því meira af því ekki samkvæmt þessari rannsókn Nei, það var einhver kynlífsérfræðingur það var einhver spjallu daginn sem stunda kynlíf okkur einasta degi ykkur nokkur ár sko Það er bara að sjóa að það er ekki Það getur að vera bara áluru vesen sko. Nei, það er ekki Tired, illa sofin, beitt á bak Engin að njóta Ángríns, þetta er basically bara því að þú Gera þetta til að gera þetta Nefnir þetta bara að vera hlið og hálfmínúta Skilja ykkur nefnir bara svona keirit í gegn Er á hlið, er það latasta stellingin Já, ég minna það er 100% það er engin önnur Jú, á bakinu væri vantilega meiri letingar Þá liggur á bakinu Er það ekki? Það er hygglast erfið að vera hlið En við segum þetta sjálf En þú veist að tala ef að báður einstaklingar er á degjuleti þá er hliður svona mesta letingjastellingin Já Hliðin er bara Ef enginn inn í stuði þá fyrir á hlið Er það ekki svolítið þannig? Já, ég meina daglega þá Nei, þetta er ekki skot á þig Nei, ég sko tekið svo ekki þannig Það tengist ég ekki þetta upp á stellingi þín sko. Ekki neitt, ég bara hugsa upp á Besta er Einu sinni við Steindi, hann er búin að segja þetta sko en ástæðan fyrir að Steindi sagði á hlið þegar ég spurði það, þess að ég þekki það ekki það var að því að hún fannst það svona minnst pervertíska svar Sá er búin að fá það í hausinn Greið Það er að komast bara þægilega frá þessu spurningu Það var eina sem ég ætlaði að gera sko. Ég baði ekki 3 ár af þessu sko Ég hef verið að lenda ég er ekkert að grínast ég lendi í að sko bara úlingar kalli þetta eftir það er kallilega bara heima á hlið og þetta er ekki upp á svellingu Kallilega bara heima Það er rosalega, það er bara eins og sem Sóli lendi á sínu tíma þegar vorum alltaf að tjekka honum á til það var öskra á hann Það var punkturinn yfir í þegar hann var í kringlunni spurður bara hvort að hann sé ekki eitthvað að fara að finna fyrir ykkur það væri gott að fá sól sko Það er svona ástæðan fyrir að hversu graður í sólu hólm er ekki lengur dagsfjörður og kippa honum út Það er næsta fólk sem fer á Egil, nú verður þú sáttum Fólk sem fer á fætur fyrir klukkan 7 á mótnana stendur sér betur í vinnu er hamingjusamara, er minna stressað og í betra formi Wow Það er amazing fact Það er ekki bara satt eil Er það ekki bara að spila inn í að þú fær fyrir að sofa því þú eru mönnsjar minn á kvöldin og ert svona bara ferskar allan daginn og sér færðu svona þægilega tíma á mótnana sem enginn er eitthvað að senda skilabóð Er ekki mest fitandi stöfið allt sem þú gerir eftir kvöldmatt? Jó, líka að fokkar upp svefninu Laumast í mönnsið Ég ætla alltaf að tala um hvað svefni mikilvægur Ég, sko, þó ég sé búin að lesa þetta það ég fæ mig ekkert upp í rúm fyrir 12 lemmi sé að fara í flug Ég verða að eiga eitthvað smá líf á kvöldin sko. Já, ég skilja út, gríslíkarnir eru sofandi þarna og þannig að ég ætla ekki að vera að breyta minni venni En hvernig hendur Matteo upp í betan? 7:30 Já, sopnaður vonandi Ég er með 18:45 á Þannig að ég næ 45 myndum hana Já, sko, ég græði ekkert á því að setja 18:45
Og því hann er bara öskrandi og sparkandi í allt til 7:30. Hvenær vaknar Arnþór? Alveg sama, hvenær við leggjum að vakna bara alltaf 6:45 bara eða 7 síðasta lagi. Alveg sama hvenær það var svo. Þetta eru 12 tímar. Já, fyrir eftir. Ég skil ef ég prófa að leggja setna og samt vakna alltaf sama tíma, þannig að fuck it, okkur leggja ekki bara 8:45. Já, okkur ekki bara 17. Já, hörðu, þetta gerðu eitthvað punktur sko. Hörðu, ég að prófa það núna sko. Leggja bara 17. Já, ég meina 17. Krakki ekki bara heiðilega góð hugmynd sko, þetta er ekki hug sko. Þetta er bara í konu, spurðu hvernig getið bara sett hann upp í. Með 25. Já, vakna på sama tíma, 6:45. Það eru svo síðustu 2 peningar geraði hamingi saman. Sturlu staðrind. Það var rannsókn og þetta er samt ég er ekki viss þessa þó þetta sé Sturlu staðrind, ég er bara að fara eftir síðum sem ég fyrir inn á. En þú veist, maður er alltaf að getur við stoppað og rætt þetta eins? Já, maður veitur fullt af fólki sem á pening sem er óhamingsamt. Já, ég veit það sko, algjörlega, þú veist, ég held að peningar getur alltaf aldrei keypt einhverja alvöru hamingju sko. Nei. En getur kannski, allir peningar getur samt ekki gert leiðina léttari. Ég held líka sem að tala að þegar þú færð peningar þá fyrir dópamína stað í haustum. Sturlast fólk ekki bara sem á mikið pening? Hliðar á þessu. Næsta algengasta ástæða fyrir skilnuðum er rifildiði peningum. Næsta algengasta. Ok, sem það er vantarlega út úr gluggan ef að þú átt nóg að þeim. Að það er strax einhliðin á peningum sko. Og síðan er hinn að þú getur gert það sem þú vilt þegar þú vilt. Ég ætla það sé aðalatrið. Það langar að fara í frí, ferði í frí. En þú þarft að eiga helviti. Það er ekki að kaupa sér nýjan iPhone eða nýja 12. En ég held að sé best í þessu að vera akkurat á millistíðin og sérst ennþá alltaf að reyna, þú veist. Þannig að þú ert ekki að billionaire. Ég held að það lýsi ekki. Nei, það er örfáir billionaires til líka sko. Já, það er allir sem geta bara lift sér hvað sem er, hvenær sem er. Þú þarft að eiga helviti. En að geta, skilur hvað við, þú veist. Geta leiftir það. Já. Síðast er snákarum með snýpa. Nú spyrir ég, hvað þessu er kjaftaði? Þú fórst heldur hratt yfir snýpin að snáka. Já, bara því við skuldum auðlýsingar. Þannig að gruna svolítið að það sé þá Jó það til í lokin. Þetta, hann spólaði yfir það sko. Það var bara síðasta. Hvað þessu kjaftaði? Já, það er engilega að lesa það. Ég segi pass. Byrju, hvað er þetta? Nei, ég ætla að gíska. Karlkins endur ráða, hvað stær á teipinu. Ég ætla að reyna að ná ykkur með að fara hrætt í hitt. Alla föstudaga á FM 957. Þeir að hlusta FM 95 blöð á FM 957 hér í beinni útsendingu frá Keiluhöllinni eins og margoft hefur komið fram okkar besti staður. Hér er jólafílingur, það er svona þægileg birta hérna og við erum búin að vera í gýr sem klukkan á 5:30 drengir. Það er búin að líða hratt. Þetta er rosalegt. En við sko við eigum að vera oftar on the move. Það er svo gaman að fara aðeins. Við höfum hellinga liðum eftir. Hvernig ætlum við að gera þetta? Sko, eitt sem við verðum að fara í allavega og við ætlum að fara í núna, það er seinni klefin. Já. Ég náði eins og ég talaði með John Johnson og Frikka Dór. Ég hitti þá snemma í morgun þar sem að ég samdi við þá að þeir myndi koma í klefa til mín og við ætlum bara að taka einn en við vorum búið með hann svo snemma en ég náði svona að grenja í gegn að fá annan með þeim af því að mér langaði svo að henda hann líka í Sverða og það gekk eftir, þeir voru til þannig að við skulum bara fá að heyra Sverða með Jóni Jónssoni og Frikka Dór. Sko, þetta er ekki í tími samt eða ekki að sleppa ykkur. Við erum búin að loka öllu og eitthvað. Er það á hraðferð? Ég er góður. Það er klipping eftir smá en allt er góður, bara let's go. Áttu 10 mínútur? Já, 10 mínútur fyrir því og einn blöndal. Þakka því, af því að mér langar svo hendi ykkur í Sverða sem er eiginlega upp á hliður minn bara í FN 95 og mér er svo gaman að það kemur fólk af götunni eins og Sveppin daginn og fleiri og taka þetta. Þetta er mjög einfalt, þá hringið ég eitthvað sem ég þekki vel og þeir þurfa alltaf að vera að spyrja hvort þið sverjið það þannig til dæmis bara að þið myndir hringið pappa en bara pappi, kemur þú ekki á morgun? Jú, þetta, já, sverða það Já, ég sverða, já hvernig ætlaði að koma, hvað leiti, þannig að þetta má ekki vera bara sverða og svona wheelum inn, eins og setja veiða og svo aftur ég bara, já, sverða hvað, þú veist, þetta sverjið, hvað er í gangi? Það er draumurinn í þessum Hvor er hvað vil byrja? Johnny, byrja þú? Já, ég byrja. Þú ert bara góður í að byrja eins. Já, ok. Já, ég hef alltaf haft þig til leysingnar í þessu lífi. Nei, þú varst að venda hann að gefa út lag 2009, kallir minn. Eftir 13 árum. Leiðbindi mér. Hvað er gott að ringi? Ég veit ekki, ekki bara ringi í Hafdísi eða ofnáið eða? Nei. Hún fattar ekki þér hérna í kemsanum. Ok, en hvað ertu að hugsa um að fá með? Ertu búin að ákveða hvað ætlar að ræða þegar þú spyrir Sverða? Nei. Ok. Býtu á morgun þá held ég þurfa að taka stelpunar í klippingu klukkan 11 sko og ég held að hún sé að fara í einhverja myndatöku í Ungbarnasundinu klukkan eitthvað 3 eða eitthvað, ég kemst ekki þangað þá verð ég þarna.
Á við ekki að fara bara eitthvað þangað bara... svona sem skiptir engu máli Jú, ekki spurning bara það er best, ok, ég bara, þetta ekki til lagi ég panika hérna bara ég ringi konuna mín hún skellt á því oh my god ég satt ekkert eitthvað undir í þessu sambandi það er ekki margir sem skella Jón Jónsson horfir alltaf á símuna svona þess að Björn Bragi var á leiðin og fund og komið inn á fund og hann svaraði sko já, ok friki minn, hvað er ég að ringja bara í mömmu? Já, það er mömmu Ætlaðu þú að gera það? Nei, hringdu þína Já, þeir er náttúrulega sömu mömmu Já, ég er sömu mömmu Hvað er ég að tala með hana bara morgundaginn? Hi Johnny Hey, beautiful mama, hvað segirðu? Allt ágætt En það ekki? Jú Heyrðu, ég þið ætlaði að koma á tónleikana, ekki? Hvað segirðu? Þið ætlaði að koma á tónleikana, ekki? Jú Já, Við keyptum þarna VIP með hana Já, styrkja, sverðu það? Hæ? Sverðu það? Hvað? Að það var keypt VIP með hana? Sé ég það, nei Nei, en sverðu það? Já auðvitað sverðu það, en styrkja klúbbin okkar Jú Já, en þannig þið verið í stúkunni þú heldur að sitja allan tíman, eða? Nei, vantar þið pláss í stúkunni? Nei, alls ekki, sko alls ekkit svoleiði, sko ég er að pæla, því ég á sér að mæta hann í krigan einhvern tíðan á morgun ætlaði þú eitthvað að taka sigri í sól, eða? Hafdís sagði mér að þú myndir koma með hann 10-leytið Já, byrju, Hún yrði hjá mig til 4 Sagði Hafdís það? Já, býta Sverðu það? Mamma Já Sverðu það? Hvað er þetta að meina? Ég bara, þú veist, maður er einhvern veginn ég er alveg að frík út af tónleikunum maður er einhvern veginn að pústa öllu saman og maður trúir einhver lengur, sko þú veist, þannig að já Nei, hún segir, sko, má sólin heimsækja ykkur á laugardaginn Jón myndi keyra hana til ykkur þegar hann mætir í Hafnarfjörð og ég myndi sækja hann klukkan 4 Sverðu það? Já Sendum þetta? Já Þetta er magna, maður, já, ég þarf ekki að fara Þetta á miðvikudaginn klukkan 14:20 Já, ég þarf ekki að fara yfir þetta með henni bara eitthvað En já, þetta verður geggjað en haldið að verður ekki stuðið, þú og pabbi, eða? Kvöldi? Já, við erum að fara með Gunn og Viðari Við vorum ekki búin að kaupa miða Því ég hélt kannski að við myndum vera að passa einhvern Já, einmitt En svo bað mér náttúrulega enginn Það er allir vanir í að ég sé alltaf í burtu á tónleikum þegar þeir eru með tónleika Að sjálfsögðu, mætir alltaf Og svo hringdi Gunna sem er nú ekki vön að fara eða að kaupa miða Því hún ákveður aldrei neitt fram í tíman Nei Og og hvort við værum ekki að fara á þess að VIP-dót og ég bara, jú, drífum okkur bara Sverðu það? Já Sendi Gunna það? Já, hún spurði, hringdi snill Þetta verður algjörlega geggja dæmi Bara love you, mamma, ég verði í bandi með þetta allt saman og hlakka til að vera með þú var bara að koma með hana í rauninni hvenær sem skilur, ég er bara búin að taka þennan dag frá í þetta Sverðu það? Þannig ekki segja þetta alltaf, svo óþægilegt Er það kækur eða? Nei, bara með eitthvað þetta á heilanum eitthvað, ég veit ekki eitthvað Þetta frikki var alltaf að segja þetta Já Erðu? En ekki þar fyrir mér þetta alveg gott þegar þú veist það á hvaða leiti þú ert á ferðinni að ég viti það Algjörlega, ég geri það Love you, mamma, ég verði í bandi við Ok, já, bye Oh my god Þetta er nákvæmlega svo vil hafa þetta Frikki, nú þarfst þú að ringja mömmu hérna og segja, herru mamma, var Jón að tala við þig? Já, sverðu það? Þá þurfum ekki meira Já, ekki Svo bara, maður ringdi Jón í þig bara, og hún segir, já, hann var þetta eitthvað, sverðu það? Annarkort fatt hann á þá eða eitthvað og segðu þá, hann er alltaf að segja, sverðu það? Oh my god, sko Elskaður að byrja að tala þetta vinuðu verið að koma á Það er geggjað, sko Sæður? Hæ, mamma Hæ Var Jón að hringi þig, eða? Já Sverðu það? Blei, það er aðeinsur Nei, takk fyrir að taka kvöldmatavaktin í gær og stóðst þig mjög vel Já, þakka In times of need Bara barnið skadað og ég veit ekki Nei, hún kom heil, hún vaknaði heil í morgun Já Love you Hvernig svaf hún? Og ég er bara ótrúlega vel
Hún svaf til 6:30. Sleitulaust. Já, hún hefur verið alveg takksöld. Já, hvernig var hún hjá þér? Mjög góð. Sverðu það? Hættu þau. Ég skal sjá ykkur. Thank you. Heyri, I love you. En ég hef aldrei séð bakborðið. Nei. Eða margblessaði. Já, heyri, bye. Og þetta dagskóliðurinn Sverðu það, hann ekki flóttar af þetta og það heitir geta maður. Það eitthvað svo fallegt að heyra mömmur tala við börnin sinni sína að dætu sig. Takk drengir fyrir komuna. Takk fyrir 2 klefa. Hjálpa okkur í, takk mamma. Hjálpa okkur hérna í Keiluvöllinni. Aftur í stórkostlega dag á morgun og kvöld. Sömuleiðis og dyrkja ykkur. Hvað gaman hérna? FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttöl sem færa þér FM 95 Blu. Hárrétt, það Túborg Léttöl og Keiluhöllin sem færa ykkur FM 95 Blu og talandi Keiluhöllin, við erum í beinni þaðan og sko, drengir, ég að spá ég að fara núna í dagskráliðin þekkið ekki með svona breytust niður því að allt tengt í jólunum sem aldrei verið áður. Það rosalegt. Heyrðu strákar, ég veit ekki hvort ég hef verið með þeim áður í þessu. Það eitt svolítið stórt hérna sko. Hvað? Okkar sonur, Gústi B, sem á tökkunum. Okkar besti maður. Hann átti ammali 12. des. Það er við ekki óskonum til hann. Já, til lukku með daginn. Og Átni Beintið bróðs. Hamingju gamli. Það er ammali sama dag. Thank you guys, thank you. Já, at the same time. Hvað er það, tvíburar? Nei. Það Gústi, ertu það? Hvað er hann? Þú ert ekki tvíburi? Nei, hann er 27 ára, veit ég. Nei, 28 núna, hann var að vera 28. Herru, hverju eru líkundur af því að eignast hann svo, Matteo fæðist bara 14. nóv. Þetta er bara einu svona ári prógram hjá. Já, þetta er svolítið þannig að foreldriðinu, Gústi. Það er bara, herru, it's that time of the year. Það er svolítið þannig. Og svo er mamma okkar líka 12 samt. Hæ? Hvað er að gerast? Þetta er eiginlega sturglaðar en heldur nú að það ráttur ref. Viljum að fara í ekki eða ekki. Herru, talandum spónsan okkar, þá vil ég koma inn á að því að Dæna átti líka spónsa þáttinn. Þeir eru með nýjungi rafrænu gjafabréfunum að núna getur þú keypt eitt gjafabréf sem gildir á fullt af stöðum. Þannig að þú færð gjöfuna og getur ráðið hvert þú fer að borða, þú getur notað gjafabréfið, til dæmis farið í drikk á barnum og farið svo annan stað. Þannig að gjafabréfið núna virka á hellingastöðum. Alvöru dýr jólagjöf Dæna. En ok, eru tilbúin í þekkið ekki? Já. Hvor ekki allar að fara frá borði á undan? Þið verður samt að vera í sjónlínu. Bara Ég held að Steindi verður að hægja sér. Já, Steindi eru úlingar sem eru að býða eftir að fá að hitta þig. Fara að stefna hans við. Taktu að fóru. Hvernig, ég maður Já, þegar ég lyfti upp hönd, þá máttu koma. Þú er að sjá mig. Ég sé þig. Vann að svindla. Já, ekki svindla, Steindi. Ekki taka síma með þér, þú mátt ekki hlusta. Ok. Já, herðu, Gústi B með allt upp á 10. Okkar maður John Johnson og GTRN eru komin hann undir. Þetta lag verður tekið í kriganum á morgun. Ertu tilbúin, Egil? Og eins og ég sagði Jóla þekkið ekki. Já, jólaþema. Geðvikt. Vonandi verður það skemmtilegt. Fyrsta spurning er á þínum yngri árum. Hver var uppáhalds jólasveinninn þinn? Það er bara ekki eðlilega góð spurning. Áttirðu uppáhalds jólasveinn? Eiginlega ekki, svona þú segir það sko. Ég reyndar í alltaf gaman sko. Skýrgámur. Já. Það ég elska skýr. Já, þannig að hann er kannski uppáhalds í dag. Já, Jón Gunnar Geirdal kalla mig Ísei, eða veist, kalla mig skýr og skýri og allt það. En síðan líka, ég hafði ósað gaman að líka, þegar að hurðaskelli var að skella hurð. Mæstu að skella þetta? En ég held þetta sé skýr. Skýrgámur? Já. Minn var stúfur. Ég held þetta, já, okkur. Ég veit það ekki. Það var eitthvað bara. Gaf þær flott í skóin? Nei, þetta var reynda bara elkni svo alla tíð. Ég virðist að það var gaman að svona litlu fólki. Þetta er Jóhann og Sveppir, bestu vinni mín. En svo náttúrulega kertastíkina þegar maður fekk besta pakkan þar. Næsta, hefur þú verið fullur á aðfangadag? Sko, tjöfull er þetta. Sko, ég er mjög oft verið fullur á Þorlák. Það var bara, ég man að þetta svo oft enda bara heima í Ásgeiri Kolbens og Þorláksmessu bara eftir day of fun. Ég endar ekki í baðinu sko, en það er alveg veistlaðan. Þannig að sko, en telur það ef ég er fram yfir miðnætti á Þorlák? Ég hef ekki verið mikið að hella í mig á aðfangadag sjálf sko. Nei, þá er þetta neihjöður. Þetta er basically bara hefur verið fullur á aðfangadag. Nei, þá þarf ég til niður að segja negativ. Það er sem er gaman að heyra.
Þegar ég var ekki eins og fullur, ég hef aldrei verið fullur á þorlag. Það er bara ekki jóla. Það sést að vera fullur á aðfókuta sko. Já, reynda kannski maður ellendist þegar. Þorlag eftir ráðandi bæinn og eitthvað, kaupa ykkur gjafir, farið a couple of beers. Já, maður er svona meira léttur heldur en kannski fullur. Þá er það næsta. Eftirminnilegasta jólagjöfin. Þá fara ég að hugsa eitthvað þegar maður var grislingur. Sko, það var líklega Jordan skór, ok, það eru mjög erfitt fyrir hinn að giska á þetta, sko. Já, eða svona eitthvað lasertag bissu shit sem settir guttunum bringunaður og gætt skot. Já, ég fekk það líka, það var rosalega. Það var álefur í hjólagjöf, sko. Og við erum alltaf jafn gamli, það er að fá þið same shit. Já, við fengið þetta á sama tíma. En veistu hvað er, ekki að ég ætla að fara að láta þetta snúast allt um mig, en eftirminnilegasta jólagjöfin mín, ég myndi bara núna að þau voru að segja lasertag, ég alltaf sett lasertag. Mamma og pabbi, við byggum í Iðufelli, Iðufelli 6 og réttur í jólin, ég finnst ekki eins og að mamma og pabbi væri spilafíklar eins og ég, þau voru alltaf að taka þátt í Hattrætti Das og unnu stóra pottin eins og réttur í jól, þá fekk ég fótboltaspil. Wow. Það var rosalega gjöf. Bara risastórt fótboltaspil. Já, það er rosalega. Unnuðu stóra potti, hvað var margar M í því? Það var, ég spurði pappa þessu fyrir ekki svo löngu á 350 skall sem eru eins og í dag svona miljón eða eitthvað. Svolítið meiri dag, það er veistla. Herðu, þannig að hvað er það hér? Lasertag? Já, bæðis, já, segjum lasertag byssu draslið. Já. Það var helviti skellið. Lasertag, það er sko, ef hann giskar á þetta þá er hann að hlusta sko. Hann er reyndar eitthvað skrítin, hann lappar eitthvað hann fram og tilbaka sko. Hann er reyndar í eitthvað myndatökur núna. Þá er það síðasta, hvað við jólinn kveikir í þér? Sexually þá eða? Já. Sko, það er aðalega að ég hef aldrei verið mikið jólabarn eins og þú veist sko. En það er eiginlega núna fríð, ég var að hugsa þetta því að sko út af því að allir kúnarnir mínir vilja koma í fetumælingu fyrir jól veit enginn koma eftir eðlilega. Þannig að það er svolítið mikið að gera með koma aftur í jól Já, en ég fæ frí hann jólin. Þannig ég held að þessi kveikið mér jólin er fríð, bara mjög gott svar. Fíla, herru, á Steindi Steindi, já, hann á að koma. Herru, þú verður að hoppa á saman stað. 4 svör komin í hús hérna í þessu jólathema, ég þekki það ekki og Steindi er að tilla sér hérna. Það er komið svakalegt partí hérna. Já, það er bara orðið fullur staður. Já. Ég held sér alltaf stappað. Já, það er allt stappað. Sem er vel gert, já, CJ og félögum. Já. Herðu, já, ég verð líka að koma inn á eitt svo ég glemmi ekki. Hérna, ég lofaði mínum besta manni, Alfreð, að það er búið að opna núna Kringlubíó. Já. Eftir það er búið að taka allt í gegn og það er búið að opna nýtt Kringlubíó og Avatar er sýnd allan sólarhringi þar. Ég á eftir að sjá Avatar 2. Getið farið í nótt? Þú getur farið í nótt að sjá Avatar. Það er rosalegt. Í Kringlubíó. Já. Splunkunni í bíó. Herðu, ertu tilbúin? Já. Hver er uppáhalds jólasveitniðin? Eða hver var uppáhalds jólasveitniðin þegar þú varst krakki? Var og er. Ok. Var og er. Já, var og er. Sko, þá ætla ég að segja Kertasníkir. Kertasníkir? Já, því að hann kemur síðastur. Já, færið bestu gjöfina. Já, og þá, já, bestu gjöfina og ég fæ ennþá, eða svona, ekki kannski alltaf, ef ég man að setja skóinn í glugga, þá fæ ég ennþá smá pakka frá honum. Sem þú veist ekkert hvað er, eða? Svona for reals? Já. Veist alveg hvað það er sjálfur, allur gangur á því kannski. Nei, ég veitir hún ekkert hvað er. Þú ert ekkert búin að heyra í jólasveinum? Nei, ég er ekki, ég skrifi vilt ekki með það til þess. Ok. Hefur verið fullur á aðfangadag? Sko, þetta er spurning sem er nú gaman að velta steinum með, af því að þetta er bara já eða nei. Já, nei, ég hef aldrei, sko, málið er að nei, ég hef aldrei verið fullur. Nei. Hefur verið í því? Ég hef opnað raut og við hefum spilað og svona eftir pakka og eitthvað svona fullorðnafólki þegar krakkar þú hefur verið í því á aðfangadag? Ég veist að, já. Ætlar að segja já eða nei? Mér langar að segja nei, en ég veit ekki hvernig þú tekur því. Ég meina, með hvernig þú horfir á mig þá finnst þér þetta að vera já? Nei, alls ekki. Hefur þú fundið á þér og hefur verið tipsi? Já. Á aðfangadag? Já, þegar krakkarnir fættur að svo að vera að spila. Já, ég ætli að segja ekki bara, já, tipsi, ekki fullur, sko. Það er rosa munur. Tipsi. En hvort er þetta já eða nei? Já, þú veist, það er ekki að samvára fullur. Nei, þá er þetta nei. Ég hef ekki verið fullur á aðfangadag. Nei. Eftirminnilegasta jólagjöfin? Eftirminnilegasta jólagjöfin var sko núna bara í fyrra. Ok. Já, þá fengum við sameiginlega gjöf frá tengdamömmu
Og það var svona í rauninni í gjöfin var við vissum ekki hvað það var. Við opnum þetta bara svona hvítt, massíft og þetta var í rauninni svona köppholderar, köppholderar til þess að hafa í heitu potti sem flýtur. Og onni einu svona þá var froskur sem við heldum að væri bara eitthvað gerfi og svona. Og þá var hún búin að setja froskinn þarna onni rétt áður hún kom. Alvöru frosk? Já, þú veist, hún fer fram og kemur fram með pakkan í rauninni, setur hann, hún var alvöru froskur. Hún gaf okkur frosk. Hvar er hann? Já, sko, eðlilega náttúrulega tjúlaðist allt á heimilinu. Það bara krakkarnir hættir og bara hún var að reyna að láta alltaf halda honum og bara fríkuð allir út, sko. Sem endaði bara með því að hún bara skila honum, sko. Þetta var bara gert svona til að hafa gott grín. Froskur í fyrra frá Tengdó. Já, en ég lendi oft í þessu, sko, þú veist, þegar ég var yngri og svona, þá var ég oft alveg á síðustu stundu að kaupa gjafir. Skrýtnasta gjöf sem ég hef gefið var þegar það voru komin nokkur í mig á Þorláksmessu og það var að vera að loka öllu. Og þá keypti ég handa pappa mínum leðurbuxur og Kazam með Shaquille O'Neal á D.A.D. Hann fekk það frá mér í jólugjöf. Mér fannst það góð hugmynd eftir tæm. Hefur hann farið í leðurbuxur? Nei, að pössu, ég held þetta bara buxur netið með eitthvað. Ég hef alltaf bara búið með nokkra og fannst þetta fyndin hugmynd. Þetta er mjög gott. Það var að síðasta. Hvað við jólinn kveikir í þér? Kveikir í mér, hvað minnum? Bara svona, hvað er eitthvað við jólinn sem kemur í gírinn? Sexuálið? Já. Ég ætla að segja ekki bara myrkrið og svona, þú veist, cozy og romantíst, svona ljósing. Þú strax að bjarga þetta, eða myrkrið það sem kveikir í þér. Af því að þú hefur sagt mér í þessari keppni að þú ert með slögt ljósinn, sko. Nei, ég sé ekki beint. Fyrsta sem komið við það, myrkrið. Maður er með lampa, kannski. Alveg slögt. Maður sjá eitthvað. Hérna, en já, þú veist. Er það myrkrið? Já, þú veist, jú, svona, veistu hvað, ég held þetta haldist allt í hendur, kannski, þú veist, ef það er kannski bara, þú veist, náttúrulega. Er það myrkrið og jólaljósið? Ég veit það ekki, upp í sófa, kannski teppi, kósi náttföt. Já, ég svaraði mitt að það verið kósi náttföt. Já, bara það getur verið margt, þú veist. Ok, en myrkrið kom fyrst upp í höfn? Nei, það er ekki myrkrið. Já, ég ætla að segja kósi náttföt. Jú. Þú hefur gert þetta áður, þú mátt að stela svarinu þínu. Þú hefur gert þetta oftir í segja. Já, það er bara ekki myrkrið. Það er staðfest. Nei, þetta hljóma heila myrkrið. Ef við værum ekki beint útsendingu, þá geti ég spólað tilbaka nú og leiftir að hlusta bara þú segir, það er örugglega bara myrkrið. Já, ég sagði myrkrið og ljósi. Já, myrkrið og jólaljósi. Nei, heyrðu, má ég ekki bara ráða mínu svari? Það er bara kósi. Þú má ekki taka svarið mig. Ég var að leita eftir svarinu sjálfur. Ég sagði fyrst kósi náttúrulega. Bara kósi náttúrulega. Ég seti þetta myrkrið og jólaljósi. Já, ég sé þið gera það, sko. Þú vilt svo mikið hafa það inni að það. Hvað er Egill? Sér hann okkur ekki? Egill! Ég set bara inn myrkrið á jólun. Sko það var fyrsta sem þú sagði. Þú byrjaði að stela. Ok, hann ákominn. Ég meinti samt, sko. Já, ok. Ég hittir vegu það inni. Ok. Herðu, sko. Klukkan er bara að vera 6 maður. Þannig að við þurfum að fara pínu hrætt yfir þetta. Herru, við áttum eftir að fara í hvað? Sannleikan. Við áttum eftir að fara í top 3. Já, við tökum það bara að byrja jól og nýjás. Já, við erum að dynni. Ég spurði Steinda Egill hver er uppáhalds jólasveitni, hver var uppáhalds jólasveitni en hvað sagði hann? Þetta er sko nú, málega ég ætla að vinna þetta nú. Já. Sko það hlýtur að vera annarkot gluggagægir eða bjúknakrækir. Já það ekki. Nei, það er hvorugt. Þetta er svo rosa low hanging fruit þetta sko. Þetta er bara wow, hvað varðum að reyna að vinna? Hvað varðum að setja þegar ég skammaði þér? Hoppaði upp. Settu metnað í þetta að þú ætlar að halda þessu rugg. Hvað er að bjúknakrækir? Hvað hattur hann? Jésús. Hvað heldur það að sagt? Ég teikt mig í þennan ávöxt bara hérna. Þú lappar svolítið Mosó. Hvað heldur það að sagt? Ef þú ert að reyna að vinna? Hörðaskellir. Það er rámt. Ég spurði eiginlega sömu spurningu. Steindi, hvað sagði hann? Hann sagði kertasnýkir. Ætlaði að sé þá ekki skýrgámur. Það er rétt að það. Er það? Já.
helviti steindi Ég var að koma með einn auðla á móti Var þetta ekki svarið þitt? Jú, það var Nei, það var að grínast Já, það átti greinlega að vera að grína honum Ég sagði þess kirkamur Já, ok Þú varst samt í einhverju svona auðlahúmor Já, þú veist Það var eiginlega að grína Já, ég var aðeins og snöggur á mig Nei, ég sagði þess að bara skirkamur Það er eitt Við myndum segja lokasvar Þetta var lokasvar? Já, þetta var lokasvar Egil, ég spurði Steinda Hefur þú verið fullur á aðfangadag? Hvað var svarið? Svarið þarna já eins og allir vita hann byrjar að hella í sig klón 11 fyrir átið sko. Reynda eftir að segja þú sagði að vera til ég ætla að gefa allir stig að það Er það? Já Móðalega fyrst með að skilja Ég spurði Egil hefur verið fullur á aðfangadag Hvað var svarið? Nei Það er rétt hjá það Helvita þetta segur í þessum öður En hefur búinlega fyrirlegt að gefa hann stegna Við fórum yfir Já, þitt var hálfgjört grínsvar áðan einhvern veginn hann átti skilið Hvað mennur þú? Grínsvar, ég svaraði bara Þú ert búin að segja í þættinum að þú byrjar 3:00 og svo sagður þið drekkir rauðvín eftir þið byrjað að spila og eitthvað þá auðvitað eftir orðin aðeins meira tipsi Byrja 11 Þetta hljóð mér svo sért að fara í day of fun með vinunum Hvernig ætlaði að byrja Partíð, þetta er ekki þannig Maður byrjar aldrei Já, þið En þú yfirst en þú sko Já Þú veist, það er ekki vesen Hérna eru litla líkur á að giskið Þetta var meira bara svona eins og það væri viðtali á vísi.is Eftirminnilegastu jólagjöfin Ég spurði Egil Hvað heldur hann að sagt, Steindi? Gágiði vel að giska á þetta Eftirminnilegastu jólagjöfina? Já, með hvað hann segir að segja sko Mátt eiga börnum mínu, þú nærið þessu Ég ætla að segja Mátt eiga, þú nærið þessu ekki Ég ætla að segja að það hafi verið eitthvað svona Ég ætla að segja að það hafi verið tilkynning að hann væri að vera pappi Nei, leysetak Það er svona gott gisk sko skaut og ég mundi eftir Sett svona drasl á þig og Þetta er áður þú að svættu sko Þetta er svona þegar við erum 5, 6, 7 ára Hvað er eftirminnast að jólagjöfnan Steinda? Sko, nú verði að jafna þetta Þú að það er ekki sjens að ég held hann að fara þig eins best Það sé ekki Hvað ætla að segja? Það lítur að vera mér upp Við maður ekki tipparhingur eða eitthvað svona muffa Nei, í dag myndur auðvitað að segja bluetooth muffa En ég er ekki að tala um í dag Ég er að tala um sko Ég er að tala um í Ég er bara svona ekki reyna átt að væri hvað ætla að segja Nei, ég er að tala um bara Í gamla þetta, þú veist ekki bann með bluetooth muffu Í það svar Sko, ég held máli að hann er gamer Það hlýtur að vera eitthvað fucking tölva Það getur meikar ekki annað sens Nei, froskurinn frá því fyrra Hann fekk frosk frá tengdamömmu Það fekk frosk frá tengdamömmu Fekstu frosk? Þá er það síðasta spurningin Hvað er þetta? Áttu frosk í dag? Nei, já hann ekki Þú getur jafnað Hann var bara upp á gríni Hvað við jólinn kveikir í Steinda? En núna er ekki viss hvort að hann segir hreinskilin sko. Hreinskilin bjótakræki og ekki mjög glöggegi sko. Já, en er ég að fara að fá listan núna? Nei, sko Nú er ég að hugsa bara Já, þetta hugsa Já, það er ekki að segja það svarið Sko, ég held að þú elskir við jólinn Einn dagdrykja Hell í þig yfir daginn og byrja að snemma Ég held að það sé hrein Það er á svo elskar við jólinn Vakna snemma Við vorum að taka hvað kveikir í þér Já, það, veist Og hann er fríi Hann er að drekka Þú veist, hann er frí og að drekka Vakna og hella í sig Finnst ykkur þetta ekki búið að eskileita En ég er að grípa inn í þetta Hann hefur ekki eins og verið fullur á það Fríi, í dagdrykju í fríi Heldur það sé svari? Nei, greinilega er það ekki rétt svar Nei, það var myrkrið Nei, það var ekki myrkrið Og kósi láttur Og kósi náttföt Og jólaljós Já, þú veist Og jólaljós Hann sagði Það er ekki myrkrið sem þú ert hrifin af það Nei, ég er ekki hrifin af myrkrið Það er engin hrifin af myrkrið Ég er að tala um að ég er hrifin af kósi náttföt Það er okkur myrkrið Ég ætla að fara að tellja upp Ég ætla að segja ekki, þú veist, myrkrið stemmingin Flesti verður að horfa í sól, sko, ekki myrkri Ok, við erum bara að renna út á tíma Steindi, þú ert búin að vinna Hvað kveikir í Ég myndi segja að væri, já, honum Hvað kveikir í honum í jólinn? Ég myndi segja að væri Ég myndi halda að væri maturinn og svona steik og raut maturinn. Nei, það er frí. Það er geðveik. Við skuldum auðlýsingar áður um hverju. Hann King of Christmas og þetta. Jólakongur. Þú ert grein algjör jólakongur. Þetta var ekki flókin. Gústi, hendum í auðlýsingar og svo kveðjum við hér frá Kélahöllinni. Kveðjum úr myrkunum. Milli 4 og 6 alla föstudaga. FM 95 Blö. Það held ég þeirra að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 57 í boði Dynout og Lúben drengi, það er eða bara komið að lokum hér hjá okkur enda klukkan orðin 6. Já, hér er alltaf fyllast líka fólki, hér er fólk að borða, keila, komið á barinn, það er allt í gangi hérna. Ég þarf eiginlega að fá að kíkja eins á karaoke-herbyggið áður í fyrr því við ekki ennþá sé það hér í Kélahöllinni. Já, aðeins að taka... Hvað er það? Komið pílukasta líka og eitthvað. Sko, ef við verðum ekki að fara til Akureyrar í fyrramáli, það hefðu verið bara hérna áfram á kvöld.
Það er staðfest. Það væri fínt að læsast þetta inn í eina helgi. Já, ég geti verið einn í mánuð. Það kemur allt sem ég þarf. Það er tróðið hérna inni. Það kemur zombie öllum borðum. Það var ágætt að lenda hér. Það væri fínt að vera hér. Hér er allt sem við dýrkum. En það er komið að lokum hér hjá okkur í dag, kæru hlustendur. Helgjum við bara, það er uppselt í sjálfan. Við hlakka til að hitta alla þar. Við lofum sturluðu balli. Og minni aftur á Jón og Frikka. Það eru nokkru miðar eftir í Kapla, Krika. Þeir farið inn á tix.is. Ég veit ekki hvort það voru uppselt núna, en það var undir 100 miðar eftir á. Já, það verður álur sjó. Já, það verður geggjað, drengi, takk fyrir daginn. Það er gaman að vera þarna á morgun í gýr, í kriganum, nema við erum bara í sjálfum. Hefðu, eitt sem ég er að spyrja ykkur hérna, það er nú úrslitaleikur HM á sunnudaginn. Fyrsta lagi áður hverjum með hverjum haldið? Argentínu, Egill? Já. Ég og þú fór til Argentínu. Við erum með svolítið sterkar taugar hana. Skriðalega, ég er enda komið til Frakklands líka. Ég er enda líka. Ég man ekki eftir því. Það var hérna elsta landsliðið ykkur rugli. En sko, hver er haldið að vinni? Ég haldið með Argentínu, en ég held að þetta er mest í 50-50 leikur sögur. Ég er líka bara dyrka þetta, sé Messi og Mbappé. Við fengum alveg úrslitaleik. Það er ekki fræðulegur að giska hvað vinnur þetta. Rosalega leiðilegt lið, maður. Já, þú veist, þeir svona, þeir skora 1 mark og svo er bara að drepa leikinn og þetta er ekki. Þú veist, ef þið lenda yfir, þá er bara leikur nondur. Þannig að við höldum allir með Argentínu og Sundi. Já, en mér er samt semi-skít sama hvernig það fer. Ég er bara til að horfa á góða leik og horfa á couple of beers. Nei, heila skít sama. Ég meira að við steindirum að fara á Day of Fun á sunnudag. Já, búin að lofa þetta verður alvöru helgi. Já, ég er helviti kvíðinn. Já, ég er búin að panta á 3 slogos fyrir okkur eitthvað. Þetta verður eitthvað frameftir. Takk kærlega fyrir hlusturna. Góða helgi og við minnum á blökkastið á þriðjudaginn og svo eru litlu jól blökkastins næsta 50 dag sem við opnum 50 pakka fyrir áskrifendur blökkastins. Það verður geggjað. Það verður rosalegt. Og einu sem þetta gerir til að vera í pottun til að vinna geggjaða vinninga er bara að vera áskrifandi. Búið. Svo er líka allt í lagi að koma inn á það. Ef þú gerist áskrifandi kostar 1390, þá færðu frítt internet og Stöð 2 Plus í 2 mánuði. Þannig að það er litið fín jólagjöf. Því líka veislan, það er eins og við getum ekki hægt að tala þetta en það eru konum 2-3 niður. Takk fyrir okkur og bara hafið það gott um helgina.